Já, góðan daginn, velkomin á skjáinn, þetta miðvikudagskvöld. Við erum að fara að halda áfram í Solos í Fortnite. Síðasta vikan er að fara að hefjast. Já, fjóruða vikan af fjórum. Gunnar heiti ég, er með ykkur hérna og eins og að vana er það Brimar. Sælir, mættur aftur og já, tilbúin í síðasta kvöldið. Vonandi skemmtileg barátta sem við fáum hér og já, það er einhver risastór kassi þetta fyrir mér sem ég er ekki vanur. Nei, þú valla sést sko. Nei, mitt. En það er þessi geggjaði Fortnite, sko, þetta er stóll og geymsla. Já. Þannig að ef þú ert kannski vanur að sitja mikið en veist ekki hvað þú ert að gera við hlutina hérna, kannski með litla vasa og svona, þá getur þú tróðið inn í hann stól. Þetta er Fortnite, já. Þetta er svona algjör luxus til að taka með í ferðalagi, sko. Þetta er útilu kassin, sko. Já, þetta er pínu flex. Þú veist, á þjóðhátíð, droppi, Ég droppaði hér, boys. Já, bara fyrir það. Já, en við erum semst að fara að gefa þetta fyrir alla þá sem eru að taka þátt. Já. Og það verður dregið út bara núna í lokin, eða kannski í miðjunni, ég veit það ekki. Við ráðum þessu. Hvort finnst þér mega meira sens? Já, við gerum það kannski í miðjunni, þannig að halda smá spenningi fyrir lokin og hinu og svona. Já, ég finnst það hljóma vel, þannig að eftir leik 2 þá drögum við, það eru náttúrulega 3 leikir í kvöld. Já. Eins og venjulega, þið þekkið þetta, fólk er búið að poppa, er sest fyrir fram sjónvarpið og er bara búin að taka næstu 2 tíma frá, ætlar að fara að horfa á Fortnite. Við sáum þarna í seinustu viku, var það ekki Viss? Jú, Viss með bara besta kvöld lífsins, held ég. Já, vann alla. Já. Og er eiginlega komin bara með góða forystu og gæti verið bara búin að næla sér í
fyrsta sætið. Já, það þarf allavega að vera mjög gott kvöld hjá einhverjum af hinum top 3 til að ná honum. Spurning hvort við getum bara fengið stigatöfluna upp svo við getum aðeins rendi yfir stöðuna fyrir daginn í dag. Það voru einhverjir þarna sem voru búin að ná að klífa upp sætin. Já, hérna er stigatöflan komin. Eins og sjáum, Viss langefstur með 237 stig og eftir honum kemur EDP með 179, iCrystal 159 og svo sjáum við hérna hinnir eru ansi svona, hann búið að dragast smá aftur úr frá fjórðasætinu en samt myndi ég segja alveg að Rúnar og Nati sé alveg í baráttunni fyrir annað og þriðja. Já, það er erfitt fyrir þá, þeir verða að vera með rosalega gott kvöld. Já. Til að komast þarna í top 3 baráttuna. Viss bara eins og við segjum, hann er næstu búinn að tryggja sér þetta ekki langt frá því. Fyrsti leikurinn þarf bara að fara vel fyrir hann og þá gæti hreinlega verið að hann sé búinn að tryggja það. Já. En EDP og Kristó, já, mjög sterkir spilarar og geta gert alls konar til að koma sér hér. Og það sem ég er búinn að vera að tala um, bara að finna Viss í byrjuninni. Við reyna bara að vita hvaða skinn hann er. Við erum búin að tjekka á honum, senda honum skilaboð, sjá hvað hann ætlar að gera í kvöld og ná honum áður en hann getur byrjað að safna stigum. Já, ná honum áður en hann byrjar en hann, eins og við sér þá er hann með 48 fellur, þannig að hann á auðvelt með að taka spilarana sem er á móti sér út. En ég held svona að skemmtilegt sé líka að ná þessu top 10 og fá hennan screen time eins og við köllum að. Ef ég væri þarna aðeins fyrir neðan til dæmis Hrafn með 56 stig, þá væri markmiðið mitt að komast á skjáinn, eiga screenshotið, setja fyrir framan símann sinn og svona. Já, senda á vini, sjáðu, kallinn top 10. Top 10 í Íslandi, það hljómar ekki illa. Nei, auðvitað er Muxi, hann er náttúrulega þekktur fyrir TikTokið, hann eflaust með einhverju klippur tilbúnar og bombar því inn á TikTok. Eins og við sáum Muxi, þá var hann, við vorum alltaf að lenda í að hann TikTok var að berjast á móti Twitch. Já, TikTok og Twitch. Það verður skemmtilegt að sjá hvernig það fer. Hvort við lendum í öðrum svoleiðis barda. Þeir elska mæta hvorum öðrum alltaf, tímalega, langt áður en að svona loka hringinir eru að mæta. Já. Og við vorum að fá hérna, við erum komin með viðtal við Bjæjalund. Já. Það er fyrsta viðtalið. Nei, hann er mættur á skjáinn, Bjarki Sturluson. Blessaður, heyrir í okkur? Já, ég heyri. Hvað segirðu, hvernig er staðan fyrir kvöldi? Ertu að fara eins inn í þetta eða ertu að fara að skipta einhverju út? Ég veit ekki, ég þarf eiginlega bara sjá hvernig þetta gengur. Já, hvar ertu núna í stigatöflunni, veistu það? Í svona 13. eitthvað. Ok, þannig að þið langar að sjást á skjánum, er það markmið kvöldsins? Top 10? Já. Ok. Líst vel á það og við vorum akkurat að tala þú ert búinn að lenda fyrir ykkur oft í TikTok Muxies þegar að koma ykkur að stað, fara að hreyfa ykkur á mappinu. Er það kannski eitthvað, er eitthvað komið smá rivalry hann á milli ykkar eða? Já, þetta er alveg pirrandi drengur, sko. Já, þú ert væntanlega að stríma mikið á Twitch? Já, stundum. Já, þú kíkir ekkert á TikTok, þú lætur það bara vera? Nei. Nei, ég skilji. Já, ertu búinn að taka þátt í, þetta er ekki fyrsta keppnin, ertu ekki búinn að vera enn reglulega að taka þátt í Elko? Jú, ég byrjaði í svona ágúst, held ég. Já, ok. Tók fyrsta solo á síðasta. Já, ertu með eitthvað svona, þú veist, ertu búinn að vera hit upp núna byrjar mótið oftast korter í 7, hvenær kveikjur á tölvunni, er það bara beint eftir skóla eða hvernig er þetta? Já, eiginlega, ég bara held að spila með strákunum bara og hitta upp bara. Já, eru þeir líka kannski að keppa í Elko? Já. Já, ok, þannig að þeir eru Alex, það er vinur minn. Ok. Já. Það er mjög góður vinur minn. Nú, ok. Alveg ég er búinn að þekkja hann þessi í leikskóla. Nú, sæll, ok. Þið eru kannski ekki að fara að lenda saman í dúo eða tríó? Nei, hann er alltaf góður fyrir mig.
Já, en takk hérlega fyrir að koma í viðtal, alltaf gaman að fá að sjá hérna keppendur live Yes, og bara gangi vel í kvöld. takk fyrir. Já, bara gaman að fá viðtöl alltaf. Já, skemmtileg breyting að fá einhvern til að spjalla við, annan en bara okkur. Já, En já, klálega markmið hjá honum að komast í topp 10 og já, maður heyrir í honum, hann orðið pínu pirraður á TikTok Maxis, þannig að það klálega eitthvað hann á milli og Twitchið vill klálega vera fyrir ofan TikTokið. Já, það getur verið gott markmið fyrir hann og eins og hann segir, hann ofta að spila með Wish sem einmitt á toppnum. Það Já, gott að eiga svona vini sem eru betri en maður sjálfur, þá fer maður hraðar upp og lærir af þeim, þannig að bara geða þetta að hann sé að spila mikið með honum. já, algjörlega, það já, eina leiðin sem ég spila, það alltaf með einhverju sem eru betri en ég, þannig að samt læri ég aldrei neitt, ég veit ekki hvað það en Nei. ég held mér alltaf bara hann að niðri. Já, maður verður að spila með allan að fá eitthvað smá svona challenge, sko. Já. Annars fer maður bara aftur á bak. Ég lenti svolítið í því þegar ég var að byrja að spila Fortnite, þá var ég svona einhvern veginn eini í vinahópnum sem var búinn að spila byssuleiki áður. Já. Þá varði ég einhvern veginn bara alltaf með á öxlunum, sko. Bakið var sterkt, en það gat verið erfitt að halda alltaf á sömu vini sínum aftur. Já, það akkurat öfugt, sko. Ég gæl sem á bakið. Já, ok. Já. Þið líður vel þar? Já, mér líður vel þar. Já, það má bara einhverju annar sjá með það. Ég skal mæta, hafa gaman, spila, en ég allan ekki að fara að halda neinum, sko. Nei. Ertu með eitthvað svona, einhverju spá fyrir kvöldu? Viss tók náttúrulega alla leiki seinast. Þú veist, Viss að fara slaka á eða þetta bara sama keisla hjá honum? Ég held að pressan sé að fara að ná honum. Ég held að hann sé ekki að fara að vinna einn leik í kvöld. Það var reyndar sko, ég væri mjög til í að sjá Viss snemma út í fyrsta leik. Búið til smá spennu, fá annað, þriðja, fjórðan nær honum og það væri bara besta sem ég geti séð. Viss snemma út í byrjun. Algjörlega, og það það sem held ég að flestir vona að sjá, af því að ef að Viss búinn að taka þetta eftir fyrsta leikin, ef hann bara rúllar yfir alla aftur og klára leiki með sigur og fullt af fellum, þá nær ómögulegt að ná þessu fyrsta sæti af honum og leikur nummer 2 og 3 þá meira bara upp á restin af sætunum. Já. En ég held að það sé nóg til hjá Kristóf ETP til að sækja á hann og ég held að það verið voða erfitt allan fyrir Viss að kikka bara svona strax að stað og komið sér bara í gang. Já, akkurat, og svo líka spurning hvort við fáum þess að skemmtilegu loka hringi yfir fjöllin eins og við vorum að lenda í hann í seinustu viku. Það svo gaman að fá svona marga upp eitthvað fjall og svona. Ég elska þegar loka hringinir enda þar. Já, það nú bara spurning hvort að strætóin sé að fara að láta heyri í sig bráðum. Já, það vonandi allan að stutt í þetta. Við viljum allan að, það eru nokkru hlutir sem við viljum sjá hér í kvöld. Það við viljum ekki sjá Danmörku, við viljum sjá einhver fjöll. Við viljum sjá Viss, dett út. Þannig að það var það var einhver annar sem var búinn að breyta nafninu sinni í eitthvað Viss. Já. Fáum hann kannski bara að taka út Viss hérna til að byrja með, það verður gaman að sjá. Já. Og við viljum sjá, hvað annað viljum við sjá? Já, góðan bardaði milli Twitch og TikTok, það ekki? Það gaman, sko, það fær kliksinn, sko. Já. Svo sem nær fellinu beint að setja þetta inn á social media, sko. Það ekki alltaf svoleiðis? Jú. Já. Við erum vissulega líka hérna með fullt af einhverju nýju Lúkó, ég man ekki eftir að hafa séð þessa pappningu. Já, ég vissulega hef ekki borðað mjög mikið af Lúkó nema það sem við verðum með hér. Já, ég reyndar, en ég hérna með pilsu frá Lúkó. Þú ert með eitthvað annað hana fyrir framan því. Ég náttúrulega með sushi, við höfum séð það áður, sko. Já, sushi klassískt, sko. Sushi, pizza og pilsa, þetta svona, sko, pizzan mjög fyndin. Já, pizzan það samt líka eitthvað svona sem ég hef séð bara mjög lengi. Pizzan og hamborgarinn var alltaf klassískt, ég sé enga hamborgari hérna, en
við erum með pilsu í staðinn, það sem ég man ekki eftir að hafa séð allavega. Nei, uppáhaldið mitt þarna rauði með öllum þessu þekktu bröndum Chupa Chup og Já, þessi. já. Chupa Chups mix rauður eða? Nei, það eiginlega þessi bleiki hægra megin. Þessi? Já, pink mix. Það átti að segja bleikur, sko. Já, ég held að sé þessi með Mentos og Frús og eitthvað. Þetta Já, Frutellaðið. Já. Það er frábært reyndar. Það er auðvitað, gæti verið sammálaðið. Skemmtilega svona pakka einhvern veginn. Svona öðruvísi. Þetta er svona, ég vilt halda, þú veist, vera með eina pítsu svona í partíinu, skilur, nammi pítsu. Já. Svona öðruvísi. Það er bara með einhverju skál. Ég reyndar sko, ég man eftir, ég vann ekki að vera að gefa út einhvern tíðan í fyrra svona banana svona eða eitthvað svoleiðis, gula svona strips. Já. Ég borðaði hennar kassa aðeins ofrætt, sko. Ég fekk alveg kassa af þessu. Já. Heim. Og þetta var bara, það var frekar gott, sko. Þetta er gott, sko, maður verður að fara varlega, sko. Hættulega gott. Maður ráða til, sérstaklega þegar þetta er hérna inn í stúdíun og narti í svona aðeins. Já, þegar þetta er svona bara beint fyrir fram að stara á mann allan tíman og meðan maður er að lýsa. Já, hættulegt að komast í þetta, sko. Já. Lúka Horn Óla var ég að fá í eyrað á mér, ég veit ekki, Óli Krummi, já, þú veist, það er eitthvað fyrir þig, sko, Óli Krummi, já. Ég, sko, viltu smakka eitthvað af þessu? Sko, ég hef smakkað þetta sushi, en ég get alveg smakkað, hefur þú smakkað sushi, eða? Nei, ég man ekki eftir að hafa smakkað sushi, sko. Þá bara smökkuðu hérna sushi í. Áður en að leikurinn hefst, það er stutt í hann, ég fæ mér alltaf þetta hérna. Já. Sykurpúður og gúmmí kombaði gott, sko. Ekki eitthvað svona klassískt bara. Á mjúdæmi. Veit ekki einu sinni, þetta er einhver svona sykurpúði og bara meiri sykur ofan á það. List vel á það, nóg af sykri í þessum litlu gæjum, en tær snild. Bragðast örugglega mjög vel og ég ætla að gera það sama. Ég ætla að fá mér smakk og mjúta mig á meðan. Já, ég skal tala með það. Þetta er einmitt sko leið og eiginlega og ég fekk mér. Nú langar mér strax í annan. Þetta er svolítið hættulegt. Leið og maður tekur smakkið. Þá er maður einhvern veginn búinn að veiða sig í einhverja gildru, sko. Það væri nú, gaman að fá stöðuna á hvernig leikurinn, hvað er langt í leik. Mér skilst að það ætti að vera ekki það langt, þannig að það er ennþá tími fyrir þá sem sitja heima í stofunni að kannski fylla á drikkinn og spurning hvort það sé nógu langt í að ná öðrum poppoka sem við fara í nefnilega mjög hratt, sko. Já, ef þeir eru svo pabbi að klára poppokarna áður en að myndin byrjar í bíóinu. Já, það er alltaf klassíst, sko. En síðan sama hér, sko, við klára poppokarna meðan við erum að spjalla. Já. Áður en að leikurinn hefst. Ándjók, sko, en síðan líka stærðinar á þessum poppokum stundum það er ekki séns að klára þetta. Þetta er orðið bara... Já, þú veist, þó að þetta sé, sko, bara svona extra large poki, sko. Pabbi getur rullað í gegnum. Já. Þeir eru, sko, er hann líka farin að narti í svona bauninnar þegar allt er búið? Já, algjörlega, sko. Það er bara svo leið. Það bara. Já, síðan ef ég er með eitthvað, þú veist, ég er meira nachos megin, sko. Já. Þá er hann alltaf, byrjar hann að grípa í það líka. Já, ég skil þig. Ég tengi. Það er svipa hérna heima back in the day, sko. Já, back in the day. Maður var svolítið gamall. Já, það er nóga yngri spilurum hér, þannig að kannski kannast þeir við þetta heima. Já, þeir eru jafnveg bara með einn pappa bakvissi, bara, hvað séu þau? Spili kvöld, að snaslast á einhverju poppi. Það kemur ekki óvart. Já. En við sjáum, ég var leitina yfir að rýna áðan, ég sá einn í Fortnite. Það er spurning, ég er alltaf að velta fyrir mér hvort að einhverju sé á staðnum að keppa, sko. Þá getum við fengið á bara í viðtal á staðnum, sko. Já, það væri alltaf mjög gaman. Ég maður reyndar, sko, fyrsta skipti sem ég steig inn í þetta stúdíó var þegar ég var að mæta hér í viðtal. Já, ok. Það var reyndar frekar fyndið, þá var ég að keppa í League of Legends og ég var þar sem þú ert núna, nema svo sem var að lýsa undan mér var frekar lágvaxinn. Myndavélin var sett fyrir hana. Já, minnar. Þannig að þegar ég stend
þá er myndavélinn hér, sko. Það er enda gott. Það er góð klippa, hún er ennþá til ekki stóra netinu, sko. Já, ég byrjaði náttúrulega bara í sófanum sem er hérna hliðin á, mér fannst það rosa þægilegt að vera þar, þá voru við alveg sko 4 að lýsa á kvöldi. En núna er ég einn eftir hérna að halda lestinni af The OGs. Já. Ég er náttúrulega kem hérna inn eftir að það var bara kallað á mig, sko. Já, þú náttúrulega ert bara í öllum lýsingum sem hægt er að vera líka við hérna. Já, hef ekkert komið inn í Counter-Strike eða allan ekki á Íslandi eða ekki þannig, sko. Nei. En hefur verulega komist í flest aðra leiki. Allan af þessum deildum, en vissulega reyndar ekki þetta nýja, skák og bridge. Nei, ég er ekki alveg kominn á þann aldur ennþá. Nei, líka í að lýsa skákinn, sko, þá þarfst að vita eitthvað skáki, sko. Já, ég vissulega horfið á hana Netflix þættina, þeir voru snilld, man ekki hvað þeir heita núna. Nei. En það var tær snilld og það féll bara skák, sko. Já, ok, ég hef einu sinni verið hérna í productioninu fyrir skákið, sko. Já. Og þá voru þeir farnir að tala bara, þú veist, já, þeir ætla að setja Rogue 6-7 á H5, þú veist, maður þarf að hugsa ansi hratt og vita allar staðsendingar en maður ætla bara að fatta hvað þeir eru að tala um, sko. Já. Þannig að ég er ágættur í skáki, þótt ég spila ekkert rosa mikið, eða segi það, svo er maður örugglega ekkert það góður á móti þeim sem æfi þetta eða eitthvað. Nei, ég reyndar þegar ég var í háskólanum í Íslandi, tók alla sem voru með mér að læra hana í stjórnmálafræðinni í skák, sko. Já, ok. Þannig maður klálega kann eitthvað, sko. Já. Og maður kunni ekki öll nöfnin. Nei, ég skilji. Þá kannski þurfum við bara að taka hérna skákið, challengea gæjana sem eru að lýsa þar. Já. Fortnite lýsararnir á móti skáklýsararnum. Tökum Fortnite-leik og teflum líka. Sjáum hvernig fer, sko. Já, ok, getur verið áhugavert. Bara einhverja... Eða svona, eins og þeir gera svona eins og í bardaskák, hafa Fortnite-skák. Tökum skák og síðan stopp í því og hoppum í Fortnite, förum við yfir, aftur, fram og tilbaka. Tóka til að annarkvort að, ég veit ekki, hvort við vinnum Fortnite-leik eða þeir klára okkur í skák. Já, þetta bara getur verið að gerast ef að fólk hefur áhugað því, bara spammið í chati ef þið viljið sjá þetta gerast. Já, ég var alveg til í að prófa það, sko. Já, en við vorum að tala að mæta á staðin í Arena. Ég hef heyrt hérna að það gæti verið eitthvað mót framundan sem er á staðnum fyrir þá sem er að keppa í Fortnite. Og við hefum nú talað að vera með sem flestan fjölda og draumurinn minn er að sjá 100 manns Íslendinga keppa saman hérna í Fortnite og ég ætla að láta það gerast. Já. Já, ég bara mæti heim til fólks og segjum að skrá sig. Bara að drífa þetta í gang, sko. Ég mæti, ég hef ekki tíma til að hjálpa þér að setja þetta upp. Nei. Nóg annað er gangi, sko. Já, ég var einmitt að tala við hérna kærustunum mína þetta og hún ætlar að vera með lið, þannig að við erum strax komið með þótt við spila ekkert, sko. Bara til að fylla. Já. En sko, pælingin er þegar að stemmingin er það góð hérna, 100 manns mættir, vinir að mæta með, vera sýnd í skjánum frammi, þá skiptir ekkert máli hversu góður það ert, sko. Nei, það er bara, þú sett að detta út strax, þá ertu allavega bara að mæta og hafa gaman og án jokes, sko. Síðan bara öskrandi yfir vinniðina og læti að rýna. Án jokes, það er bara, verður tilkynnt bara örugglega einhvern tímann á næstu vikum. Já, ég býð bara spenntur eftir að þú gerir þetta raunveruleika. Ég bara fylgist með því, sko. Ég er meira að sjá framhaldsskólamóti núna, en Fortnite vissulega datt út, var þriðji leikurinn í fyrra, en það var smá vesen með hann. Gekk ekki alveg jafn vel að sitja hann upp svona, því að við þurftum að vera með skóla á móti skóla. Við gátum ekki alveg sett, sko, 50 á móti 50 í eitt leik, sko. Fá bara eitthvað svona game modes í Fortnite, bara prop hunt eða... Já, þetta var bara svona, ég man ekki hvað þetta kallaðist einsni. Það var svona realistic build fights eða eitthvað. Já. Bara droppaðir inn og byrjaði síðan bara að byggja á mótkorum. Já, það er reyndar alveg gaman að horfa á það, sko. Já, það hefði verið skemmtilegar ef að spectatið hefði virkað. Já, skiljið. Já. Það var það. Það. Já, en við erum náttúrulega með geggja spectatið mót núna, drónaskoti. Já. Við erum líka með fullt aðgengi frá
einhverjum svona serverum eða eitthvað slíkt? Já, við erum búin að fá samþykki þarna frá Epic Games. Já. Þeir gefa okkur leyfi þarna að spekta þetta sem geggjað. Já, og við erum með bara... ekki bara einn, við erum með 2. Já. Þannig að ég algjörlega dýrka Epic að hleypa svona í gegna því að síðan aðri leikir meira vesinn með að fá eitthvað svona aðgengi eða aðstoð frá fyrirtækinu sem á leikinn sko. Þeir vilja alltaf halda öllu svona hjá sér og við gerum þetta og svona en vonandi bara heldur þetta svona áfram og við getum sýnt áfram svona flotta leiki sko. Nei, án djóks sko. Það bara, við erum með held ég bara út tímabilið, þeir eru búin að setja græna ljósið á það, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Spurning hver staðan á leikjunum, hvort að við séum að fara mögulega að hoppa í fyrsta leikinn eftir skamma stund. Já, ég held að þetta sé alltaf gerast að það gæti verið smá tæknilega vandamáli eða eitthvað svoleiðis, en hver kannast ekki við það? Já, við elskum það. Já, það bara klassískt, sko. Já. Sem betur fyrir eins og ég hef nú sagt hér áður, tæknilega vandamáli í Fortnite nú oftast auðveldar að laga heldur en í flestum öðrum leikjum. Þannig að svona almennt séð þetta mjög skemmtilegur og þægilegur leikur til að akkurat sína og keppa í og bara, algjörlega vera með hér í stúdíónu, sko. Já, sömuleiðis og bara hvetjum alla sem eru að horfa og ekki búin að skrá sig á komandi mót að skoða það. Því að okkur langar að einmitt hafa sem flesta með og því fleiri sem eru að keppa, því stærri verðlaun og allt verður stærra sko. Já, það alltaf því meira, því fleiri sem að mæta, því meira til sko. Já. Það alltaf svoleiðis. Já, við erum nú búin að ræða ansi mikið. Það komið, við getum haldið áfram að tala bara hitt og þetta. Já. Ertu búin að vera að fylgjast eitthvað með prósvinninni í Fortnite? Nei, úti. Reyndar ekki. Þú í því, eða? Nei. Ég var alltaf að fylgjast með, sko, þegar ég spilaði sem mest. Já. Svona, 2017-18 tímabilið. Ninja til dæmis þegar hann var stór og síðan alls konar svona þau tímabili, en ég hef pínu dottið úr þessu. Ég hef opnað svona þegar einhver stór Fortnite mót í gangi á Twitch og eitthvað. Ég get alveg sagt það, ég væri ekki til í að lýsa því. Það of mikið í gangi þar fyrir mig og bara minn haus til að vinna í gegnum. Þegar eru komnir í loka hringina, þeir eru svo margir ennþá og það allir bara, það box og síðan annar box og annar box og annar box og annar box og þetta bara svona 30 manns á 30 boxum. Nei, ándjók sko, og líka stærðin af, við erum hérna 2 eitthvað að skiptast á hvernig við erum að horfa á, þeir held ég með 20 manns að gera það. Já. Og lýsirarnir eru að missa sig sko. Þeir eru mætti bara að kalla. Þetta bara Gummi Ben í landsliðinu skilur að öskra. Við förum stundum upp en við erum ekki alveg kannski komnir þanga sko. Nema manstu reyndar í síðustu viku þegar gæinn var með 3 líf. 3 líf var allavega, það var moment. Það var crazy. Ég horfði á það líka eftir á þetta. Meikaði engan sens að hann var enda á lífið fyrir þá sem voru að horfa í síðustu viku. Passaði ekki alveg sko. Nei, en við vorum að fá skemmtilega skilabóð í eyrun að þeir eru komnir í rútuna. Þannig að fyrsti leikur að fara að neglast í gang. Og hérna byrjar það. Við ætlum að koma okkur vel fyrir inn í hennar fyrsta leik. Rútan að leggja á stað. Og hvað gerist? Ég vissi að fara að vinna. Twitch-arinn að fara að keppa múti TikTokarinn. Lítur út, þetta eru svipað lendingarsvæði sem við hefum séð áður. Steini hérna mjög nálægt hverjum.
Skulum skoða það hérna. Þetta er Venox. Hvað er hann að gera? Hann virðist nú bara vera mjög rólegur sjálfur. Allt í rólegheitum hér til að byrja með. Allan að það sem við sjáum af og skemmtilegt að sjá hvernig þetta allt mun fara. Skiptum yfir á Rúnar sem er hérna hinni með mappinu. Er í 5. sæti ef mig minnir rétt. Gæti átt góða frammistöðu í kvöld og ná sér upp í 2. eða 3. á fengi pening. Ef við skiptum aftur yfir á Venox þá er hann mættur í einhvern bardaga sýnist mér. Já, tók einhvern smá skaða hana, sá ekki frá hverjum það var en sýnist að hann vera bara að koma sér í mjög góða stöðu núna og við geta þarf hendar að finna sér stóra stjörnverð hérna bara langt best. Gerir sig ósýnilegan og hleypur áfram. Gerir sig ósýnilegan og einmitt er Steini að aðeins að láta sjá sig hérna og spurning hvort hann ætla að gera bara árás á Venox eða ekki. Steini er að koma sér hérna fram hjá Star Wars skautlinni en Venox er í þægilegri stöðu. Hann er einmitt ósýnilegur ef við skoðum hann aftur hérna. Spurning hvort að Venox sjáu Steina því að ég veit að Steini sér Venox. Hann er komin hérna í áttina, byrjar að byggja. Spurning hvort hann Venox var þarna inn í húsbílnum, hvort hann skuldi Steina leigu eða ekki. Hann allavega gerir árás. Já, Steini kom í góða stöðu hérna, er að leita slörpunni til að komast í fulltanspjöld. Nær, upp í 70 allavega. Er ekki með neina skildi á sér, þannig að ef hann tekur einhvern skaða þá gæti hann verið vandamálum en hérna byrja bardaginn. Heitir engin skotum strax en Venox kom upp í 50. Sjáum hérna Steini fyrir neðan. Reynir að koma sér úr þessu. Keyrir hérna inn í kassan og tekur hann bara! Vá! Venox bara þægilegur á sér. Kíkjum aftur yfir á Rúnar. Þeim virðist vera búin að byggja hérna einhvern risavöll. Sjáum hérna EDP er mættur hérna fyrir ofan hann. Spurning hvernig Rúnar svona úr þessu. Rúnar þarf að safna sér upp hérna eins og segja hann minnst komið fullt af metal. Það þarf ekkert meira sko. Hann er bara hérna rétt fyrir neðan EDP. Gerir sig ósýnilega. Sjáum við mitt að EDP er hérna bara einhverstað fyrir ofan hann. Skemmtilegt að horfa á svona í gegnum hann. Já. Nú sjáum við hann er að færast nær EDP. Spurning hvort EDP viti af Rúnari. Já, finnst það svo sem ólíklegt. Lítur út eins og sé bara að hlaupa í aðra átt og held að það gerist eitthvað lítið hér. Aðeins benda á að við erum einungis með 18 manns í lobbyinu. Já. Fyrsta lobby. Þannig að það er spurning hvort að, já, hreinlega einhver hafi gefist upp
hafi verið neðarlega eða eitthvað svoleiðis, eða hvort það séu bara allt og margir að gleyma sér í kvöld. Síðasta kvöldið, maður kannski heldur þetta sé búið og síðan, nei, byrju, já, það eru 3 leikir eftir. En Rúnar í mjög góðri stöðu, ég var alveg til í að vera með þetta loadout. Ég er nóg af skjöldum og slurpees. Þannig að það hægt að vera. Við skoðum aðeins hvernig kortið lítur út og sjáum hérna allt spilarana og ef við kíkjum hérna yfir á Bjælund sem var hjá okkur áðan í auðvitað er hann mættur á móti Tig Muxy. Já. Ekkert Twitch í nafninu hans núna. Nei. Þeir eru mættir aftur í slaginn. TikTok á móti Twitch. Fáum alltaf þess að 2. Tekur fyrsta skotið. Jæja, í vesinni. Við spilaðum Muxy. Tekur aftur Muxy. Jæja, tekinn af Bad Kitten í bakið. Bad Kitten. Tekur bara stelur hérna fellinu frá Muxy. Já, algjörlega Bad Kitten búinn að koma sér í góða stöðu hér. Og sjáum núna byrja bara að hlaupa upp hólinn. Hvað verður að koma sér bara burt frá þessu, vildi ekkert annan slag. Fínt að fá eina fellu svona frekar frítt. En já, TikTokið hafði aftur betur, þurft mér reyndar smá hjálp fyrir það í þetta skipti. En ef við sjáum hérna Viss sem er á topnum í deildinni. Við vorum óskað þess að hann myndi dett út snemma en það lítur ekkert út fyrir það. Já, hann er allavega ekki komið með neinar fellur ennþá, þannig að ekki byrjar að safna stígunum þó að vissulega hvað voru það hvað eru margir topp eitthvað sem að fá stíg eftir að endast x lengi. Ég held að það sé það fáir og allir fáir stíg líka við. Já, það er allavega, já, einhver díl upp á það að gera, þannig að við fáum hérna skoða í kringu sig, sjá hvort það sé nokkuð einhver á leiðinni til sín og líka mögulega bara endur aðeins í pókarnum sínum. En mjög góður stöðu, fiskar, minis og já, mjög góðar byssur sem hann er búinn að finna sér hér. Við sjáum hérna aðeins yfir, Rúnar er hliðin á Viss. En spurning hvort það mætist hérna uppi á tindinum. Rúnar, er hann búinn að heyra í Viss eða ekki? Sýnist ekki. Hann er allavega að gera einhver hljóð sjálfur en ákveður síðan að fara í kofan. Það gæti verið að hann hafi heyrt í honum fyrst að hann sest bara í kofan en vissulega Hann fer bara. Já, hann hefur öll ekkert heyrt í Rúnari hins vegar. Nei, Rúnar hefur séð hann sko. Já, allavega hann átt að sjá hann og Viss er bara komin langt í burtu. Rúnar er bara slagur. Já, algjörlega. Og líka bara það sem þú átt að gera þegar þú sérð Viss, en þó að við viljum að einhver hoppi á hann þá, já, eins og við töluðum hérna áðan að Viss er með nóg af fellum. Við sáum hann að niðri líka end of Viss, það er það sem ég var að tala um. Það er gaman að sjá hann taka út Viss svona til að byrja með. Já. Viss kom lengst í burtu og heldur bara áfram að hlaupa. Ekkert að spá í. En Kristó er hins vegar í bardaðina. Það er akkurat einn af þeim sem að fara að gera mjög vel ef að hann ætlar að sækja þetta fyrsta sæti. Og já, ekki koma með fellu, væri gott fyrir hann að fá hana hér. Þetta er Twitch. Er þetta Twitch-arinn sem við vorum að tala? Eða er ég að bulla það? Já, var það kannski Twitch Alex sem að var alltaf að enda. En kannski er þetta bara félagarnir. Félagarnir eru allir pirraðir út í TikTok Muxy. Já, getur þetta verið. Kristó tekur hérna 80 skaða. Lætur sig hverfa í smá stund og væntanlega poppar hennan slurpee. En Viss er að koma í baki á þeim líka. Þetta lítur alls ekkert vel út. Nei, en núna ef að Kristó geti tekið út Viss, það væri draumurinn hér. Kristó, þú áttar þig bara á því að Viss er nálægt. Það væri æðislegt. En hann vill ekki gera með hljóð hér á meðan Alex er að skjóta eitthvað. Það eru nóg af skrefum hérna fyrir ofan og Alex hreyfa sig til að reyna að finna út hvar allir eru. Við
Við sjáum hérna Viss hliðin á þeim, búinn að boxa sig upp. En Kristó að spila þetta mjög vel þarna inni. Byrjar að byggja eins, þannig að spurning hvort hann vilji færa sig eitthvað út eða hvort hann ofrættur það að Prime Venox byrjar að koma hérna nær líka. Hann samt pínu frá þetta svona pínu, já þannig fer Kristó í leiðan áttina að Venox. Heyrum eitthvað skotlinn á bakvið en Kristó og Venox eru nú bara hlið við hlið. Spurning hvort að Venox hoppi út og sjá hann. Þá verður að skjóta á Viss. Já, Alex hefur verið að skjóta líklegast á Viss. En sýnst þeir ætla að spila þetta mjög safe ef við förum aftur á Kristó. Já, sama saga þar, hann bara búinn að koma sér út úr þessu og allt og fáir á þessu svæði eða bara í þessu lobbyi eða sjaldan sem að fólk eitthvað margir að lenda í hverjum öðrum hérna til að byrja með. En þeir eru nú mjög nálægt hverjum öðrum. Það einhver hana rétt fyrir ofan Kristó. Spurning hvort að spotta hann einhvers staðar hana. Kristó fær bara að hlaupa eins og hann vill hérna kringum allt. Það enginn svona þarna koma loksins skotinn fyrir aftan hann. Var að fara að segja að það var enginn búinn að reyna einu sinni skoti á hann þegar hann að hlaupa hérna út á opnu svæði. En já, Venox farinn af stað. Kristó spottar hann og hringurinn á spes stað fyrir hvað þetta snemma verið að færast aftur inn í storminn einhvern veginn. Ekki oft sem við sjáum þetta gerast svona snemma að við fáum hann strax til að færa sig. En Kristó koma sér vel fyrir í sjálfsvölunum. Það að byggja sig bara ennþá lengra þar en þar Viss mættur. Þeir eru 4 á þessu svæði. Þeir skipta þessu yfir í hvernig þetta lítur út þar ofan. Sjáum hérna Prime Venox og Rúnar eru hérna hliðan á Viss og Kristó. Já, Kristó fór í sjálfsválan og leiði síðan Viss að taka yfir sjálfsválan. En við hefum ekki fengið neina fellur í mjög langa tíma. Þannig að spurning hvort það sé ekki eitthvað að fara að gerast núna. Jú, við sjáum hérna aftur í drónan, þá Hilmar Hulk að láta sjá sig, vera að skjóta hann. Þannig að undir brúnni, mér sýndist að vera einmitt Alex, sem hérna eldan. Kemur sér vel fyrir. Þeir eru margir hérna að lenda á sama stað núna. Og Viss í fellunni. Já, fáum að hoppa yfir og hann. Spurning hvort hann á að gera eitthvað í þessu eða hvort að hann vilji bara koma sér út. Það Alex nær veggnum. Hann keyrir inn í kastan og Viss! Frábær skot, hann náði ekki að klára hann hana en Viss í algjöru vandræðum, mjög lítið held eftir. En einhvern veginn næra komst burt, lífið 0 og þá fær Alex öll þessi skot í sig. Hann allt í einu orðinn með bara ekkert líf og Viss næra að sleppa frá. Alex enn á lífi. Hann samt bara með litla skildi, hann ekki mikið líf sem hann getur fengið aukalega, hann bara 50 sem hann getur fengið hérna max í viðbót. Nær loksins að poppa þeim þannig að 50 skjöldurinn. Og Viss bara beint fyrir ofan hann. Sem verðist vera að skjóta og ná sér í hérna care-package. Já. Hann ætlar að hoppa af stað en það eru vissulega spilarar í kringum þetta. Fær care-packageið. Ótrúlegt að enginn hafi náð að stoppa hann hana. Hendið í einu slörpi. Hann að ákveða sig hvað hann ætlar að gera fyrst. Tekur stóra skjöldu fyrst. Ventrix bara hérna beint fyrir utan. Við skoðum aðeins hvernig þetta lítur út á ofan. Það einmitt allir búin að sópa sér hérna saman. Alex ennþá hérna beint í miðjunni með lítið eftir líf. Búin að greinilega finna sér eitthvað. Hann á leiðinu upp, hann með medkit. Mjög þægilegt hjá Alex. Kemur sér í og hittir hann að Venox. Slatta mikið nær Venox inn í kastan sinn. Venox með ekkert eftir. Og Alex ekki heldur. Þetta spurning hver nær fyrsta skotinu og það Alex. Venox fellur hérna. Vel gert hjá Alex. Hvernig hann búinn að snúa þessu hjá sér. Hann var með 3 eftir í líf núna en nú hann fullur. Og fær allt frá Venox.
Já, nóg af litlum skjöldum með slörp líka og ætti að vera bara í mjög góðri stöðu. Nú fyrir ringurinn að vera ansi smár og ef við kíkjum inn á Rúnar hliðina á honum þá er hann ekki... Nei. Kíkja á Rúnar, hana. Þeir eru allir hérna á sama svæði, Mugsy, iChristo, eins og sjá hérna hjá iChristo hvernig það lítur út fyrir honum. Allir spilarandi beint fyrir framan hann. En iChristo er snöggur að vera að skjóta á hann frá vinstri, þetta er Mugsy. Hún brjóta skjöldi núna, iChristo 75 health eftir, fær sér eitt slörp til að byrja að tikka upp. Næsir í stóru skjöldin líka, ekki fleiri skot sem að koma á hann allavega núna. Vel gert hjá hann, það virkar ekki. Vá, Mugsy sprengdi trampolínu frá Christo, eða hvað? Tekur það svona? Greinilega var eitthvað ekki að virka því að Christo reyndi að nota það. Núna virkar það hjá honum, skýtur sér hérna upp og sjáum við að ETP er ekkert eitthvað rosa þægilegur hérna. 46 eftir í líf. Þarf að gefa því tíma til að ná slörpunum. Hann hefur skjöld í að koma sér aftur í fullt líf. Eða næsti. Já, allavega með minis og slörp. Þannig að ætti að vera voða rólegur yfir þessu. Þorri hefur þarna, getur gefið sér eitt mini og jafnvel tekið medkitið. Getur náði í þarna 40 eða 37 í líf. Kýs að gera það ekki sem gæti komið í baki á honum. Reyna að breyta þess til og yfir í TikTok Mugsys. Christo er vissulega að skjóta á hann. Fleiri hana, núna fer hann að hlaupa af stað. Er með trampolíni, hoppar af stað. Stöffi fyrir aftan hann. Skotinn í baki á Stöffi, en ekki nógu mikið. iChristo líka mjög lár. Er með annars slörpi til að halda sig gangandi og stóran skjöld. Núna Gunnar fáránlega lítill. Ef við sjáum hvernig þetta lítur út af ofan. Hérna eru allir spilararnir. Þorri mjög lár. Við vorum að tala um lífið hans á hann. Veltrix líka mjög lár. Þeir eru á leiðinu upp brekku. Endofviss náði Bad Kitten hana á toppnum. TikTok Mugsys er búinn að taka yfir þann topp. 105 hrafni komið mjög hátt upp. FH og Þorri tók út Veltrix. Bræðinni taka út hvern annan eða hvað. Gumsi tekur út Þorra. Og allar fellunar byrja allt í einu núna. Alex í vondri stuðu þarf að fara að fá sér eitthvað helð. Og hver heldur að sé berast um toppinn? Auðvitað er iChristo. Já, iChristo elskar að vera á toppnum og heldur áfram að reyna að taka þetta. Ég fekk ekki mikið í Gumsi byrjar að skjóta á hann. Það er Endofviss sem er núna með toppinn. Þeir skjóta sér hérna báðir upp. ETP nærðan í. Nei, Viss er að berjast og Christo líka. Já, halda áfram að byggja sér hérna upp. iChristo er komið mjög hátt upp. Það lítur ekki vel hjá hann að strákunum niðri, Hilmar Hölk og Hrafn. Þetta er voða vond stað. Hrafn ætti að falla hér eða hvað Stöffi mögulega líka með honum. Sjáum hérna Hrafn 14 í lífi. Nær næstu því. Nær 2 skotum en er síðan tekinn út. Hölk nær honum. iChristo enn á lífi. Hilmar Hölk hoppar síðan hérna upp. Hvað getur hann gert? 42 í lífi. Það er hérna, en Christo er bara að láta rigna ofan á Hilmar Hölk fallinn. Núna er fólk að falla bara hægri vinstri. ETP fallinn, Hilmar Hölk fallinn, Rúnar 49 fallinn. Gumsi skotinn, Nati tekinn 50. Mugsys, Christo er bara með frífæðir hérna efst. Stanslaust á skotum. Stöffi lítur ekki vel út hjá honum, hann er hann inn í storminum, hann er með medkit gangi. En Christo er bara með bestu stöðunni en eins og vanalega. Stöffi fellir hjá stormunum. Christo ætlar að ná í þetta lút. Skýtur sér strax inn aftur. Spurning hvort hann ná að grípa sig, hann nærði ekki. Endofviss nær hægrundinu á meðan. Fara að ná í slörpið 30 í lífi og það er verið að skjóta á hann. Endofviss er byrjað að taka hérna yfir. Gumsi tekur út Mugsys. TikTokerinn hafði betur af Twitchunum en fellur hér. Núna Nati, Christo, Gumsi og Endofviss eftir. Endofviss eftir að byggja það Új, iChristo nær hérna, Gumsa. iChristo spila vel hérna á botninu núna en
Nati og Endovish enda efstir. Hann Endovish er ekki með materials, þarf að koma sér hérna niður, gerir það mjög fljótt, mjög vel. Slurpar, Nati opnar ekki fyrir Kristó, hins vegar gerir það, tekur skotið, Endovish og Kristó hefur betur, hoppar síðan áfram hérna inn, en hvar er Nati? Nati er beint fyrir ofan, hann er tilbúinn í slæginn og tekur hann út og Nati vinnur fyrsta leikinn hér í kvöld. En já, ég veit ekki hvort þú áttaðir á því, en Viss var vissulega löngu farinn úr þessu lobbyi. Þannig að, já, vissulega skemmtilegu leikur. Við endum hana í algjörri brekku, akkurat það sem þú vilt sjá. Já. Og já, Viss, ég sá ekki hvenær hann fjall út, en það er bara hlýtur að hafa verið hann á 15-14 eitthvað til að detta út af, því að hann var ekki með í loka hringjunum. Nei, mjög snemma, sko. Já. Bara spurning hvort við getum ekki bara fengið að sjá stigatöfluna beint eftir næsta leik, en við ætlum að hendi í örstuttar auglýsingar og kíkjum svo aftur á skjáinn. Saman gerum við lífið skemmtilegra.
Geggjað, fyrsti leikur búinn í kvöld, fyrsti af 3, ætlaði ég að segja. Viss ekki að taka fyrsta sætið sem eitthvað nýtt og við eiginlega bara mistum aðeins hvernig hann datt úr. Hann hefur örugglega dottið út þannig bara. Bara mjög snemma í þessu lokaringjum. Við sáum hann ekkert þarna þegar það var svona 8 eftir eða svoleiðis. Nei, nákvæmlega. Þá var engin viss, það var bara end of wiss sem var ennþá hana. Já. En ég veit ekki, hann hefur allan ekki skorað mikið eða mörg stig hér. Nei, hann var líka að spila frekar rólega eins og við sáum. Hann var bara búinn að byggja sér hann að törn og satt bara í honum. Hann ætlaði bara að taka þetta örugt. En Kristó tók slattaða stigum hana, vissulega var í 3. sæti fyrir hennar leik. Þannig að kannski erfitt að klifra hann upp. ETP tók einhver stig en ekki alveg það sem hann þurfti og þeir náttúrulega báðir ekki með sigurinn hér. Nei. Þannig að, erfitt að segja hvort að þeir eigi ennþá séns á að ná honum. En 2 leikir eftir og þeir þurfa bara að gera sitt besta. Ég held að þeir þurfa að vera grimmari, sko. Ég held að Kristó og ETP þeim eiginlega ekkert vera að gera það að bara spila á rólega. Ég held að þeir þurfa að sækja og þurfa að sækja þessa fellur. Já. Þurfa þessi stig. Það mjög góð spurning og stigatabla tilbúin svo við getum nú séð það getur nú skipt öllu máli hvernig hún spilar með stöðuna í töflunni, sko. Já, algjörlega. En ég hugsa ETP og Kristó, þú verður að þið verðið að spila bara eins og hver einasti sé að fara að reyna að bara eyðileggja ykkur. Þarna? Sjáum það akkurat, Kristó byrjar að sækja hart og ETP hér viss ekki, alls ekki með mörg stig. Ég held að hann hafi ekki verið með eina fellu enga fellu held ég. Nei, Kristó var með, vissulega bara 2 fellur, hann alveg endan ETP allan með einhverju fellur en þetta ETP fer hann upp 10 stig eða eitthvað og Kristó fer upp næstu í 30, 20 okkar stig. Já. Og viss fer upp hvað? Var þetta 2, 3, 4 stig? Það var ekki mikið. Það var ekki mikið. Hann var í 230 okkar fyrir. Ég held að þetta hafi verið 4 stig eða eitthvað sem hann hefði fengið. Já, en hann samt alveg með 54 stiga forskot á ETP, þannig að hann eiginlega örugur. Já, 2 sigrar hér. Væri 50 stig. Já, væri 50 stig og síðan slattaði að fellum. Já, ok, hann aldrei alveg 100% örugur. Nei. En ETP og Kristó þurfa aðeins að spila hvernig þeir vilja spila upp á 2. og 3, sko. Já, það já. Já, Viss var í 15. sæti með 0 fellur, fekk 3 stig fyrir þennan leik. Ef hann heldur því áfram, fær 3 stig og 3 stig, þá ETP alveg með séns að taka þetta, sko. Já, það nefnilega málið. Og við, 0 fellur hjá Viss eitthvað sem að ég veit ekki hvort það hefur gerst áður. Nei. Það allavega mjög sjaldgæft að sjá hann ekki með neina fellur og ETP og Kristó, eins og ég segi, þið þurfið að fara að sækja núna ef þið ætlaði að reyna við þetta fyrsta sæti, en það spurning líka hvar hausinn á þeim Eru þeir byrjar að fókusa að halda, að reyna að ná öðru sætinum bara? Já. Eða, er ETP bara að byrja að hugsa, hei, ég er að vinna Kristó, eða hei, ég á ennþá séns ef ég spila bara 2 bestu leik lífsmynsina til að taka fyrsta sætið af Viss. Kristó alltaf endanum á toppnum í hæggrandinu. Það eru 2 leiðir, annarkvort eins og þú varst að segja. Annarkvort spilar hann bara örugglega, reynir að halda öðru sætinu eða gefur allt í og reynir að ná fyrsta. Já. Skemmtilega hann myndi gefa í. Já, algjörlega. En við erum komnir inn í leik númer 2, þannig við ætlum að fara að hoppa yfir í það og sjáum hvernig það allt gerist. Fáum hérna þetta frábæra
Sjáum minna 19 spilarar eftir og ef við kíkjum aðeins hvernig kortið lítur út þá sjáum við aðeins hvernig fólk að lenda. Þetta svolítið bara svona dreift. Það enginn að taka þessa sjensa að lenda hliðin á einhverjum. Jú, þeir eru 2 hérna. Þetta Bjæja? Ef ég þarf að skipta aðeins yfir hann fallinn. Já. Við fengum viðtal við hann og hann á síðan ekki mjög gott kvöld. Nei, hann hefði kannski þurft að byrja aðeins fyrir heitt upp eða eitthvað. Já, ég held að fólk veri kannski bara pínu hrætt við það núna að fara í viðtal. Já, það lítur ekki vel út. Nei. Það lítur alls ekki vel út, hann hefði kannski þurft að tala aðeins meira við Vish. Fá aðeins betra plan inn í kvöldið en ég skipti minna yfir á reyðasta gangan í Avengers, Hulkinn. Já. Hann ekkert stór og grænt hér samt. Hvítum kjól síðan smið bara. Ekki svona dressu. En engin nálægt honum, hann bara í rólegheitum og safna sér upp það sem hann þarf. Hann klálega tilbúinn með nóga byggingarefni til að koma sér inn í lokahringina og spila vel. Já, mér sýnist Kristó að vera í bardaga með Muxi. Það bara akkurat það sem hann þarf að gera. Við sjáum það að Muxi mjög lár. Kristó náði mjög góðu skoti en þú þarft að koma þér inn í hann strax áður en hann fyrir að skylda sig okkur. Wow, Muxi, gott skot á móti. Og hvað getur Kristó gert hér? Muxi, Kristó, hvað hefur betur? Nei, Kristó, þú þorir ekki. Þú þarft þessa fellu. Þú átt ekki að hlaupa burt. Hvað aftur inn núna? Þetta samt mögulega skynsamlegt. Trampolín tilbaka. Þú ert komin með alla þessa skildi. Trampolín tilbaka. Núna. Já. Núna. En ég finn lykt af hræðslu sem ekki gott þegar þú ert að spila svona í Fortnite. Það á aldrei að finnast lykt af því. Nei, alveg sami hversu vondri stöðu þú ert. Mér líst ekki vel á þetta. Leið og þú ferð að efa, þá byrjar að spila þannig. Frekar að setja 100% sjálfstraust þegar þú sért með þetta og vera með vitlaust fyrir sér. Já, algjörlega. Þú ert líka, sko, ég að segja, hann ennþá að keppa fyrsta sæti. Þangað til að við sjáum bara í síðasta leiknum að það sé ekki hægt lengur. Já. Sko, Muxi var líka með 30 eða eitthvað eftir. Hann hefði þeir voru reynda báðir one shot. Fær hann að gull en þetta ekki, þetta örugglega ekki fín shotgun. En nú Kristó búinn að missa tækifærið. Já, algjörlega. Muxi farin bara eitthvað hérna undir. Já, komin bara undir, byrjar að finna sér einhverja kistur, skildi meira og búinn að koma sér aðeins upp í lífi. En reiði samt alveg að gera árás á Þorra. Já, Hilmar Hölk gegn Þorra. Góð skot, fram og tilbaka, Þorri út mjög lár. Þeir eru báðir svo lágir. Mjög lár. Nei, hann er ekki skotinu! Hann skaut ekki nógu snemma. Hvað er að gerast? Þorri tekur hann út, Hilmar Hölk. Átt hann eftir að hlaða eða hvað gerðist? Vissi hann skaut ekki? Ég veit það ekki. Ég held að þetta var allavega eitthvað voða skrítið. En Þorri sko með bara, ég veit ekki, þetta var fárlegt sko. Já, clutch moment þarna. Þorri að reyna að koma sér í top 10 slaginn og held að hann hafi verið rétt undir honum. Ég held að við höfum einhvern síðan á listanum hann neðst en Hilmar Hölk vissulega í 7. sæti eða eitthvað svoleiðis. Ef ég kíki hérna aðeins á kortið, sjáu hérna neðst vinstra megin. Hver með rautt? Í nöfnunum. Rautt í nöfnunum? Hilmar Hölk. Viss! Hvenær datt hann út? Hann var að detta út. Voru að missa því? Hvernig missuðu alltaf af honum? Ég veit það ekki. En hann fekk ekkert stig. Það er bara engin fella og farin út strax. Þannig að ef hann fær einhver stig þá er það mögulega 1 stig. Þannig að nú er sénsinn, ETP og Kristó, nú þurfum við að fara að skjóta sko. Það gengur ekkert annað. Nú þurfum við bara að hreinsa út alla sem eru á þessu mappi. Bara finnið alla, takið á alla til ykkar og ég vil bara sjá læti í þessum mönnum. Já, við sáum að Kristó, hann fór hann frá barda en ETP í svipari stöðu. Hann með gumsaðan að hliðina á sér en ákveður að ekki fara í bardan. Þannig að þeir eru báðir að spila svona frekar örugt í staðinn fyrir að vera að reyna að keyra á fyrsta seti. Já,
Ég vil, sko, vissulega, það voru ennþá 16 þegar við vorum komnir í bara lítinn ring á þann. Þannig að það gæti vel verið að við fáum ennþá 16 manns hana. En ef við sjáum eins og hér Hrafn, ok, hann ákveður að var hliðina í Kristó, sko. Já, einmitt. Þú veist, ég hugsaði akkurat að ef að eitthvað svona gerist, þá geta þeir sótt einhver stig, en ég veit ekki, ég myndi alltaf vera að sækja núna, sko. Já. 16 spilarar eftir. Já. Kristó ekkert að elta Hrafn. Nei, Hrafn náttúrulega með jetpackið, þannig að erfitt að vera eitthvað að eldast við hann. En það sjá að það aftur fara af stað. Það er að koma sér langt í burtu og er að horfa á eitthvað. Þetta er að ofan á þækinu, skemmtileg lending. En sér að það er einhver klálega búinn að vera hana og passa sig að kíkja inn í húsið, en vissulega enginn hana eins og Nei. Núna horfa í kringu sig að reyna að spotta einhvern Hrafn er eiginlega bara líklegur til að vera leita sér að bardaða með að hvernig hann er að spotta út svæðið, en kannski hann er bara að reyna að fela sig. Það er alltaf jafn skrítið að sjá skildi úr svona ammó kistum, en Stöffi mættur í bardaða við Nati. Þeir eru báðir í 49 genginu, þannig að spurning hver þeirra er að fara að takast þennan sigur. Ef þið sjáu hérna á kortinu niðri þá er einhver að mæta, það er End of Wish. Við höfum séð á oft að þriðji aðilinn nær að skjóta spilarana út. Já, það er oftast sá sem er fyrir ofan sem að lendir verst í því þegar einhver þriðji kemur inn, af því við sjáum hérna FH Stöffi er ekki að byggja í kringum sig þannig séð. Þannig við eitt vegg þarna og Já. En ef það kemur einhver á bakfjöðan þarna, hann geti verið dritaði niður. Hann er að hoppa í áttina að Wish. Já, lendir hana í hólnum ekki þægileg staða og er að skjóta tilbaka, en vissulega fá skot að hitta. Nati klálega hefur tekið allan eitt skot, en ekki meira það. Nú fer hringurinn að vera aðeins minni. Já, samt einhvern veginn lítið í gangi og ég held að þetta verði kannski bara sama og við vorum að horfa á verða frekar margir hérna eftir. Samt bara fjórði hringur að lokast, sko. Já, vissulega. Við sáum fimmti hringurinn var frekar spes áðan. Skilum hvort að fáum aftur eitthvað svoleiðis eða sem Hrafn byrjar að skjóta á Veldrix. Það er eins og ég talaði um, það gæti verið að Hrafn sé að leita að einhverju. Hann vill halda sér í topp 10, var hann í 10. sæti byrjun dags. Tekur jetpackinn og er skotinn á leiðinni. Skjöldurinn brotinn, vel gert hjá Veldrix. Ekki aftur hann er að lemja þetta slörp. Það er með fullt líf en við hoppum yfir á Mux í gegn Rúnari og það er einhver annar að skjóta og líka síns mér. Þarna koma skotin. Sikkur megin. Já, það er bara út um allt. Það eru nokkrir í kringum þá sem eru að skjóta á þetta og þá ákveður að hætta þessum bardaga. Það gengur ekki að vera bardaga þegar allir í kringum þið eru að skjóta á þið í leiðinni. Kom sér út úr þessu. Þá 16 spilar eftir. Já, sem það Muxi tekur jetpackinn, spurning hvort að hann sé skotinn eitthvað leiðinu út. Nei, sýnist ekki, enginn að spotta það að hann sé á flugi. Hann flaug mjög lágt, alveg upp í jörðina. Mjög sniðugt til að koma sér aðeins lengra í þarna, koma loksins skotinn eftir, hann er lengur lentur. Og já, fyrir ekki að spesbyggingar hvernig hann er að byggja, en það er vissilega bara Hrafn sem hann var að skjóta á hann sýnst mér. Hann kemur annað skot
áttina að honum. Þeir eru búin að koma sér nokkrir hérna fyrir. Það Kristó í bænum, Veltrix og Hrafn bara uppi hvern annan í þessum hól og já, Mugsy ekki langt frá. Núna Mugsy bara í róli hittum. Fá sér göngutúr. Aðeins að slappa af áður og ferði í alla þessa stóru pressu. Þessi nýjan jetpack. Var búinn að nota hinn alveg einu sinni. Og já, spurning hvort hann finnir sér eitthvað meira til að þekka en þeir eru hoppið yfir á Kristó hérna á röllinu. Fá sér smá sund. Gott að hreyfa sig. Minnum líka fólk á það. Það gengur ekki að spila bara tölvuleiki. Maður verður greinilega að hreyfa sig inn á milli líka. Sniðin notkun hann hjá Mugsy að nota stóran skjöld í fyrir 3 bara til að koma sér í fullt. Nú hann bara að eyða hlutum þannig að fólk fá þetta ekki. Heldur áfram að taka hitt og þetta og kasta þig bara eða nota það og ekki mikil notkun fyrir hann samt. Hrafn hérna bara með 30 skjöld, nóga slörp í reyndar. Hann letti einhverju skotum. Steffi hérna niðri. Hrafn byggir sér bara gott virki. Fekk hann nokkuð skot ef hann að koma sér inn í hring. Já, nokkri hann í kringum hann og fáum ekki alveg af spes. Fyrsta hring hérna, það sem að hann allavega ekki lengst inn í stormin eins og áðan. Hrafn að byggja sig aftur upp. Allir í kringum hann með gott. Góðan turn hann, sér vel yfir svæðið, háum punkti. Ef við sjáum kortið, þeir eru allir á sama stað. Það einn hérna, hver þetta? Þetta Twitch Alex sem hérna, norðan megin, en allir hérna sunnan megin einhvern veginn. Já, og það var alveg rétt að giskið. Þetta freka sunnarlega þessi hringur, kemur reyndar alveg til vestur. TikTok Mugsy fallinn. ETP tekur nokkuð skot á sig. Mugsy. Já, spurning hvað gerist þarna Gumsi náðum. Þeir eru nú ekki langt frá þarna. Nei, sjáu hérna hvernig þetta lítur út fyrir ofan. Þeir eru bara 4 sem Gumsi bara hann að niðri. Hann hefur þá komið í sund. Já, hann fjall þarna. Sjáum við mitt Veltrix vera að fara og keyra ná í þetta. Spurning alltaf hann gera bara sömu mistök því að hann var hérna í miðjunni einhvern veginn. Já, þetta ekki staður hann sem þú vilt vera en fær mun færri skot á sig þar sem að Nati allan að byrja að hreyfa sig og hérna sjáum við nýju byggingarnar koma upp þar sem að hringurinn að færa sig og fólk byrja að hreyfa sig. Rúnar og Þorri koma hérna á sama tíma að stað. Skemmtilegt að fylgjast með hvernig það allt fer. Nei. Einhver að detta út, þannig að enda viss tekinn út af Veltrix í ruglunu. Veltrix ekki á góðum stað. Sjáum við það, 10 líf. Með slörp og með stóra skildi, hann ætlar að koma sér aftur upp. Við sýnist hringurum á leiðin í svona mikið fjall sko og tind sem náttúrulega geðveikt. Það alltaf gaman að sjá, við fáum annan tind til að spila henni í lokin. Að taka skot á sig, Gabbi kemur inn á Þorra. Þeir eru allir hliðin á hvorum öðrum. Þeir eru bara 10 hérna og síðan restin bara hérna fyrir aftan búin að gera sér tilbúin eins og sjáum. Hrafn ætlar að vera með þeim fyrstu að koma sér á stað. Já. En Veltrix og félagar hérna niðri eru í vesinni sko. Hringurinn algjörlega fyrir utan svæðið núna. Bara allur í storminum, þannig að erfitt að færa sér snemma hérna. Þorri með fyrst að gera árás, við skiptum aftur í hvernig þetta En hann refsaður fyrir að vera fyrstur að koma sér á stað, kemur sér inn í kassa en Gumsi að halda pressunni. Nati fylgir á eftir, fer aðeins lengra, núna sjáum við alla Rúnar, Veltrix, Kitten.
Prime Venox tekin út að steina, Nati, Badkitten, Nati, vandamálum, Kristó taka nokkuð góð skot, Hrapp byrjar að missa líf líka, allir einhvern veginn undir árás og já, þau byrja að byggja í þessa brekku. Við reynum að fylgjast með þeim sem að eiga ennþá smá séns í toppsæti. Kíkjum á ETP, staðan á honum, róleg. Er komin í góðan þriðning, sjáum að Steini er að taka, Steini er að taka öll skoti, vá! Hann er bara tekin út á Stöffi, ég var ekki að búast við þessu, en það voru allir að skjóta á núna. Alex, þú ert ekki á staðnum, en vissulega kemur sér aðeins betur fyrir en tekur smá skaða í leiðinni. En Hrapp, þú ert á frábærum stað, drengur. Hann er á besta staði heimi, hérna eini sem er uppi, en stormurinn er að fara þangað. Þannig að spurning hvað að gera hérna niðri, þeir þurfa að keyra upp fjallið. Twitch Alex með þeim fyrst að fara á stað. Sleppu við skotin, Nati, nr. 2. ETP akkurat tók nokkuð skot, hann fór hann algjörlega fyrst, Torri, Badkitten, allir að hoppa stað núna. ETP er komin algjörlega upp á topp núna, vá, komin hátt upp. Hún að taka hellinga skotum á sér reyndar í leiðinni. Twitch Alex er að sækja á hann, og ETP er komin í 5. Hann fellur! ETP er farinn og þá er það einungis iCrystó sem er eftir af þessum topp 3 spilurum. Við sjáum hér Twitch Alex mjög hátt uppi og iCrystó er í barda. Þú þarft þess að fellu, takta niður núna. Það er ekki að komast á Rúnar, en hleypur á stað, ætlar að komast fyrir ofan hann. Gerir það vissulega vel og er með þriðningin hérna. Veit Rúnar það eða sækir hann áfram, hann sækir áfram en hann er nóga fljótur í gegn. Kristó nær honum ekki. Þetta er á leiðinni inn í eitthvað hús sem er svolítið skemmtilegt. Vá, stórt hús, Rúnar tekið niður. Fyrir minna henni í gegn, sjáum við mitt að Kristó. Nú ringur hann ansett á 9 eftir. Kristó ekki ennþá komið með fellu, hann þarf að fara að byrja að sækja það núna. Gabbi er að missa mikið líf, Badkitten skotin í bakið. Kristó nær nokkur skotum í Hrapp. Alex dettur niður. FH Þorri og Veltrix er að skjóta hvort annan, bræðurnir er að taka hvort annan út aftur. Nei. Veltrix fellur, Þorri í storminum, fellur hann líka. Eða kemst hann kemst inn, en Gabbi er hliðin á honum. Við spila hjá Þorra. Með slörp í gangi, en er mjög lár og hoppar hérna niður í runnan. Kristó er hérna fyrir ofan á flesta nema Nati er ennþá toppnum. Núna Kristó hoppar niður í runnan, spottar einhvern Badkitten. Tekinn mjög lár, en Kristó er ennþá 100. Þarf að hlaupa inn í stormin hér til að komast í kring. Nær Hrapp, 105 Hrapp fallinn. Fyrsta fellan hjá Kristó, en hann þarf að halda áfram. Trampolínið yfir á svæðið, hérna yfir alla. Hann er komið toppinn aftur eða hvað? Nei, Nati er ennþá hérna fyrir ofan. Það skýtur á hann, en það dugar ekki til. Nati heldur sér áfram, nær að byggja undir sig, en hérna fellur út allt. Og Nati fellur út af skaða frá fallinu. Gabbi er ennþá í loftinu. Kristó fékk ekki felluna hann áðan. Nati var bara tekið niður á hæðinni. Kristó nær Gabba. Já, Kristó fær aðra fellu. Stöffi núna undir skotum. Kristó, það eru bara þeir tveir eftir. Það er einhvern veginn allir búin að falla hérna á sama tíma. Kristó getur unnið þennan leik. Það gæti verið að hann sé að sækja hérna. Hann er með nokkra fellur, en þetta nóg. Stöffi kemst ekki fyrir ofan. Kristó ætlaði að komast upp í loftið, en FH Stöffi 49, gæðin sem er í 2 liðum, er að reynda að komast á Kristó, en Kristó er að spila það gríðarlega vel. Hrikalegt skot og annað gott skot til að klára þennan leik. Og Kristó vinnur leik nr. 2 með 3 fellum, en er það nóg? Það er spurningin. Geggjaður leikur hjá Kristó. ETP fjall hann að snemma og hvað með Viss líka? Já, Viss, hann var ekki eins og með í þessum leik. Nei, hann var bara 3. að falla. Já, það er bara ótrúlegt. Hann er komið með 3 stig eftir kvöld í kvöld. Þetta er
rosa skrítið. Gæti verið að hann hefði fengið 1 stig. Þeir eru náttúrulega svo fáir, þannig að ég veit ekki hvort að 17. sæti gefið þið stig. Það er enda góð spurning og kannski tökum hérna 1 mínútu í pásu, ætlum síðan að fara að gefa þetta í næstu eftir hérna pásuna og kíkja á stigatöfluna. Þannig að já, ekki fara langt, komið smá. Ég held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 Luka. Já, mættir aftur að skjáinn strax eftir annan leikinn. Kristó tók þetta. Já, Kristó tók þetta, en einungis 3 fellur, vissulega, gerði ekki neitt í þessu leik. 3 fellur pluss sigur samt 31 stig, sko. Nei, 32 mér þess að. 31. 31, já, 6 pluss 25. Já, bara að tjekka hvort þú væri á tánum. Já, nei. Já, ég hugsaði að nei. En hvernig væri að myndi bara fara að gefa þetta? Og by the way, ég áritaði þetta og Aron sem var hérna lýsirinn sem að því miður ekki með okkur á þessu. Það er Gunnar og Gunnsi B. Já, svona ef fólk, ég byrjaði að skrifa Gunnar og svo skrifaði Aron username sitt sem var Aron. Já. Ef ég sýni ykkur þetta hérna í stóru myndaðalinni þá er búið að hækka virðið á þessum kassa aðeins. Ef ég fæ hérna, nei, Finni er bara mættur fram. Já, hann er bara mættur fram hérna að kasta einhver í mig. Ég ætlaði mitt að fara að sína, þú skrifar. Ég að skrifa þetta líka, já, það er málið, þetta heldur hann þessu í mig. Partur af fjölskyldinu núna, sko. Já, vissilega. Núna lækkar virðið aftur niður. Já, nákvæmlega. Einhver League of Legends gæði að skrifa á Fortnite, sko. Já. En einmitt eru þetta, við erum að draga út hérna núna í beinni. Og ætlum að gefa hann kúlar, þá getum við nú tekið hann niður og fengið að sjá allavega 3/4 af þér aftur. Já. En ef við setja hann í myndaðalina zoomið, þá getum við séð hann að búið að merkja þetta. Ef að Finni setur hinn á myndaðalina í gang. Nei, það er hinn myndaðalina, hanna. Þannig að sjá þetta, það er búið að merkja þetta. Og mér skilst að við séum bara snúið einhverju hjóli með öllum keppendunum og kynnum svo hver er sigurvegari. Og sigurvegarinn sem er að fara á nettastur þjóðhátíð 2026 er
Gumsi. Gumsi, búinn að vera að spila vel í dag og já, hafa allavega eitthvað gott skilið. Þannig að, já, ok, við erum að fá hérna vittlausa stigatöflu og allt í gangi hérna á bakvið okkur meðan við erum að tala um þetta. En já, Gumsi, já, þarf hann að sækja þetta? Ætlar þú að skutla þetta? Já, þetta verði ekki að nýja rýna bara og hann ná í þetta, sko. Já, Mér finnst það örugglega líklegast. en hvað hann er á Egilsstöðum? Þá bara næra nýja þetta fyrir þjóðartíð. Hann er alveg nokkra mánuði, sko. Það er nokkur mánuðir í það, vissulega. Þannig að, Herðu, kíkjum hérna á talandi stigatöfluna. Gumsa. Vinnur hérna flottasta sæti í heimi og kemst upp í 10. sæti. Já, Sér það Kristó. ef við ekki hendi þessu á stóra skjáin, þannig að þið heima getið séð þetta líka. Maður sjá, fáum að kíkja á þetta hérna. Við erum alltaf að sjá þetta á skjánum fyrir aftan okkur, en við viljum hafa þetta svona stórt. Já, þannig að þið sjáu þetta almennilega. Ég allan, ef ég var að horfa á þetta heima, ég væri allt og blindur til að lesa tölur af þessu. Viss, 241. Hann fekk 1 stig. Já, ok. Hann fekk 1 stig. Kristó, 212. Já, vantar hann að 29 stig til að ná. Sko, ETP er bara komin í næstu jafnmikla hættu á því að detta úr 3. sæti Já. heldur en að komast í, sko, að halda öðru sætinu. Af því að núna ETP spilaði þetta örugt, kom sér í svona lokastöðunar, en náði, já, lítið sem engaði fellum í síðustu 2 leiki, náði allan engri fellið þarna og fá stig. Já. Nati er að sækja á þetta 3. sæti, En Kristó er að sækja á 1. sæti. já, ef þetta er alveg eins leikur á hann, með það að Kristó fekk hann 31 stig fyrir leikinn og Viss fekk 1 stig. Ef það gerist aftur, þá er Kristó búinn að vinna þetta. Nákvæmlega. Þannig að kannski er þetta bara málið að spila svona eins og hann var að gera. Já, þannig að þetta er mikil pressa á Viss. Hann þarf bara að lifa í raun og veru. Já, 10 stig eða eitthvað svoleiðis. Hann er að fara í feluleik núna, sko. Spurði hvort þið finnum að bara mátinu. Hann er að fara að vera bara eitthvað í miðjunni, þar sem hann er öruggur að fá flesta hringina og bara fela sig. Já, algjörlega. Hann má ekki sýna sig stiginn þarna núna fyrir hann er bara akkurat feluleikurinn. Kristó er akkurat öfugt. Hann þarf að fara í eldingaleik við Viss helst af því að hann vill taka hann út sem fyrst. Já, það væri geðveikt bara, þú veist, ég skil ekki alveg hvað er að gerast hjá Viss. Fara frá því að vinna 4 í röð á því að fá sko 3 eða 4 stigin í 2 leikjum. Það er vont, sérstaklega með að við hversu margir eru í þessu lobbyi núna í kvöld að vera alltaf einn af þeim fyrstu til að detta út er mjög vont. Það er mjög vont, sko. En Kristó er að gera akkurat það sem hann þarf að gera. Ef hann hefði fengið þetta 1. sæti, þá væri hann í ennþá betri stöðu hann í 1. leiknum. Já, það er þetta rétt. Hann lenti í öðru sæti, sko. Já, hann lenti í öðru sæti. Var það ekki Nati sem hann tók það? Jú, mér minnir að hafa Nati, en þá, þú veist, við erum að tala milli 1. og 2. Þetta er alveg 7 stig, sko. Já. Ekki 25 og svo 18. 18, já. Þannig að það er hellingur hann. Ef hann fengið sér 7 stig, þá, þú veist, það væri þægilegra. Já, það væri þægilegra. Þetta er ennþá hægt, sko. Já, þetta er ennþá hægt og Kristó, ég er að gera allt sitt besta til að ná þessu 1. sæti aftur. Hann var hérna á toppnum eftir 1. vikuna við Mariett, frekar en ETP. Þeir voru samt, þetta er eiginlega búin að vera þeir 3 hérna bara mjög ofalega til að byrja með. Já, við sjáum það. Þeir eru með Viss með 4 sigra, Kristó 3, svo koma þeir 3 í röð með 1. Já, það vantar nokkra sigra hana inn á töfluna. Það er einhverju sem hafa sigrað og dottu síðan úr topp 10. Já. En það getur líka verið að ef að fólk er að missa af leikjum eins og í kvöld, þá ertu vissulega að detta af listanum okkar hér. Já. Það vantar 1 sigur. Spurning hvar hann er. Það er einhver búinn að næla sér í 1 lúmskan sigur neðalega á töflunni. En ég held að sé ekkert mikið annað sem við getum rætt. Þetta er bara spurning basically, er Kristó að fara að ná 1. sætinu eða Viss. Og síðan, hver tekur 3. sætið? Hver tekur 3? Þú veist, ETP á ennþá alveg séns í 2. sætið. Hann á ekki séns í 1. Nei, það er bara alveg búið, sko. Það er farið, sko. Já. 25 stig fyrir sigur.
og hann er samt bara í, 215 stigum. Já. Já. Þannig að hann þarf, ég veit ekki, auka 30 stígun og það eða eitthvað, þannig að það eru 15 fellur. Já. Það er eiginlega all lobbyið. Nei, ándjóks. Þannig að hann þarf sigur pluss all lobby ef hann allir í fyrsta, en hann hins vegar þarf ekki svona mikið, hann ætlar að komast upp í annarsæti. Nei. Þannig að ef hann finnur Kristó snemma, þá á hann góðan séns á öðru sæti. Já. En við viljum það ekki, við viljum sjá Kristó reyna fyrir sigurinn. Já, ég er til í það, sko. Ég er svo til í að Kristó fari bara að leita vissana til að byrja með. Já. Fari bara í scanner mode, sjáu hvort hann finni eitthvað, átti sig á því að þetta er ekki viss, hann er actually að berjast við mig, hann er ekki að flýja, farið þá bara burt að leita næsta. En já, ég er svo pepp í þetta. Fyrst að Kristó gerði akkurat það sem við þurftum og viss, já, gerði vissulega líka akkurat það sem við þurftum til að fá þetta svona spennandi. Hann er ekki búið með þetta er ekki búið. Nei. Og já, eins og við segjum, annar leikur eins og við vorum að fá og Kristó vinnur þetta. Já, herru. Nei, ok, ég held að við varum að fara inn í leikinn. Já, fyrir allan að vonandi bara styttast í það. Já. En seinasti leikurinn. Við erum bara á leiðinni í Spawn Island held ég, þannig að það fer bara virkilega styttast í þetta. Já. Síðasti leikurinn í kvöld, síðasti leikurinn af solo-keppninni hér í vor. The Huge. Og já, síðan tekur bara við Duos einhvern tíðan setna, ég veit ekki, það var eitthvað tala um að mögulega seinka því eitthvað. Já. En það verður bara gaman að sjá hvernig það verður og vonandi skara á sig sem flestir í það. En við erum að mæta í bussin, þannig að við ekki bara hendi yfir í leikinn. Jú, það hljómar bara mjög vel. Hérna sjáum við Viss. Hann virðist vera búinn að merkja staðinn sem hann ætlar að lenda á. Hann er nú að fylgjast með, ætli þetta sé kannski einhver annar staður heldur en hann hefur áður lent á. Mér finnst það alveg líklegt. Hann er nú að fylgjast mjög mikið með í kringu sig hvort það sé einhverjir. Hvort það sé einhverjir ofan sig, hægri, vinstri. Hann er ekki búinn að kíkja fyrir neðan sig en það væri erfitt. Þú sér hvað hann er. Ég ætti að hoppa yfir það sem Prime Venox var að finna fyrstu fellina FH Stuffy strax farin út eftir að hafa verið, já, maður nummer 2 í, já, síðasta leik og hoppu síðan aftur yfir. Hérna er stjarna kvöldsins sem er búinn að keira, hann þarf, hvað þurft hann mikið, 30 eitthvað stig? Já. Nei, 29 stig, hann þurfti 29 stig. Já, nei. Já, 29 þá til að jafna það eitthvað svolítið. Það er alltaf 30 okkar stig til að vinna þetta, segjum það bara. Já. Við erum góður í starffræði, drenginir. Án joke, sko. Þetta er að vera með eitthvað námskeið. En Kristó er myndið að spila þetta bara frekar rólega og það var spurning hvað EDP er að gera. Er hann líka bara að spila þetta rólega eða hvað skiptir mig vera hann núna? Lítur út fyrir það, finnur sér stóran skjöld. Hann er samt með einhvern spilar þarna rétt hjá sér. Já, hver er þetta? Ég sjá ekki. Ef við kíkja enna aðeins á kortið, sjáum hann hvernig spilararnir eru staðsettir. Einhverju jetpacki. Þeir eru hérna, þetta er Gabbi sem er liðin á honum. Er hann að fara að keyra á hann eða hvað? Lenda hana saman. Já. Á hann ekki það. Jú, þannig kemur þetta og byrja bardaðan Gabbi fyrir neðan, EDP fyrir ofan. EDP ætla klálega að keyra á þetta. Hann vill felluna, gott skot til að byrja með Gabbi. Næstu bara fallin eftir 1 og núna kemur hann inn í boxið og EDP tekur fellu og þetta er akkurat það sem hann þarf að komast aftur upp í annarsætið. Já. Virkilega vel spila. Mjög vel spilað hjá honum. Tekur hana 4 í skaða við að detta hana niður brekkuna. Klassíst. Sjáum hana einhverja 12 kalla. Spjalla á góða Fortnite tungumálinu. Já.
skildur ekki nákvæmlega hvað þeir voru að segja. Þú spilur hérna leik nóg og þú búinn að finna út þau tungumálinu. Jú. Byrjaði að þýða yfir á íslensku. Já. Ég fór í áfanga bara í háskóla. Fortnite tungumál. Jöp. Komið með bachelors í því. On jokes. Ég væri til í að prófa þann áfanga. Mér leist ekkert á það sem ég fór í. Nei. Vitið, er ETP að fara að ná annari fellinu sinni eða hvað? Góð spurning. Hann er að sækja, mér líst vel á þetta. Hann hugsaði með sér, hei, ég er búinn að vera að missa stig hérna í kvöld. Nú er tíminn til að breyta til. Nú þarf ég að fara að sækja. Kristó er búinn að... Og hver annar en þetta er? Þetta er Viss. Þetta er Viss. ETP gegn Viss. Please, gefðu okkur þennan bardaga. ETP, hvert er þetta að fara? Akkur er þetta að fara ETP? Nei, og meðan er Alex að finna Rúnar. Rúnar 49 er búinn að vera að spila virkilega vel og þetta var það. Hver af 49 var í þriðja bardagas, eða berjast þriðasæti. Nei, enda og Viss tekur síðan Alex sem að var að taka Rúnar. What? Við erum bara 14 eftir. Það sé fáir þetta. Það er frábært fyrir Viss að, já, allavega 4 séu þegar farnir því að, já, eins og við töluðum áðan, hann á að spila feluleik en hérna, ETP er að leita að Kristó. Hann nær Nokkur skotum, 2, 40 farið, Kristó byggir, ETP er að hlaupa á hann, ETP, mér líst vel á því. Grófur hér vill bara finna alla, hann ætlar að fá þetta þriðastætti, takk fyrir. Nei, annarsæti segi ég. Já, ég veit. Vissulega ætti að vera frekar öruggum með þriðastætti. Já, það var Nati sem að var. Þú sér munin á spilamennskunni hjá ETP og Kristó. ETP er með miklu meira svona hugrekki einhvern veginn. Æs Kristó er bara að fela sig. Gumsi er að mæta hann samt inn í bardagann fyrir aftan. Gumsi er ekki búinn að vinna Þeir eru inn í hvorum öðrum! Þau! ETP tekið út af Kristó! ETP er búinn að missa annarsæti frá sér. Kristó var að tryggja það. Hann er allavega í topp 2 hér í Solos. Og, já, nú er bara spurningin, getur Kristó náð þessu? Er ETP að fara að missa þriðjasætið? Nati, hvar ert þú líka núna? Ætlar þú að fara að sækja þér einhver stig? Gumsi, já, ákveða að fara burt frá þessu bardaga og talandi Nata, hann finnur 105 hratt. Þannig að hann er byrjaður að sækja, hefur séð að ETP hefur fallið og hugsaði með sér, hei, ég er að fara að taka þetta þriðastæti núna, takk fyrir. En þetta lítur ekkert vel út hjá ef að Viss heldur sér ennþá á lífi, sko. Nei, Kristó, þú verður að hætta að sækja þessa drengi, þú verður að fara að finna Viss. Það er bara verra fyrir hann því að leið hann að fellinu hér þá hækkar Viss sæti og fær stig fyrir það. Það er akkurat málið. Þorri er nefnilega vanur að halda pressinu, alveg saman hversu mikið er pressað á hann. Þorri er mjög góður spilari og, já, búinn að gera vel og vinna allavega 1 mót í ár. Það var duós á ungmennamóti og hérna Þorri fer inn í opið svæði, inn í Gumsa. Þorri, þetta er ekki það sem við vildið, nú ertu komin í miðjuna en báðir og Kristó er að fylgja eftir. Hann vill þetta, Þorri er að svara honum mjög vel og tekur hann! Kristó er dættinn út, við erum komið með fyrsta sæti, annað sæti og... Nei, við erum ekki komið með þriðja sæti, heyrðu, förum yfir á... Finnum Nata snöggvast. Það er maðurinn sem getur hoppað upp í sæti. Það er eini maðurinn sem getur hoppað upp í sæti. En við getum sagt, til hamingju Viss. Þú er búinn að vinna þetta. Já. Við vorum að horfa á annað og þriðja sæti falla hér úr leik allt og snemma. Kristó ætlaði að gera allt sem hann gat en já, hlustaði kannski aðeins og mikið á mig. Hann átti að finna Viss reyndar. Það er það sem ég var að segja allan tíman. Það sækja á Viss. Bjóst við að það væri komin falin myndavél inn í herbyggi hjá Viss fyrir þetta kvöld en það er svindl og já, við styðum ekki svoleiðis. Nei, við gerum það ekki. Nati er bara í ferjunni. Hann er að taka því rólega bara. Já. Búinn að finna fellu, sér að annað og þriðja sæti dottið út og hugsa með sig, já,
Nú get ég bara chilla, fengið mér nokkuð fleiri stig bara með því að enda ofalega og... En getur hann í raun og veru chillað? Séu Veltrix komin inn að hliðan á honum? Ég er ekkert viss að Veltrix viti eitthvað af honum. Nei, það er þetta mjög góð spurning. Nati hleypir bara í burtu. Er það? Hann er eitthvað óða fram og tilbaka sem með Nati Veltrix er að hlaupa hins vegar allar átt. Skemmtilegt sjónarhótt þarna. En... Það komi Venox í baki á Nata. Og hann mæntalega heyrir í því núna Veltrix. Og þetta er, sko, Nati má ekki falla hér því að hann þarf þessi stig ef hann ætlar að komast upp í 3. sæti. Voru alveg 30 okkar stig hann á milli, þannig að hann þarf að vinna held ég leikinn til að komast þarna upp. Þú sér Veltrix er hérna hinum meginn, veit að hann í bardaganum, spurning hvort hann er að reyna að skjóta á það eða ekki. Tekur hann 20 skaða, óþarfi. Nati og félagar eru byttandi bardagan hinum meginn. Já, Nati gera vel, náði góðu skoti á Venox grunnlega og Venox er byrjað að flýja. Hann ætlar að brjóta undan honum. Og já, Nati aftur komin á toppi núna. Venox er að byggja nýja byggingu núna. Komnir einhvern veginn sama kassa Nati, hérna er góðu skoti. Venox tekið út. Nati að spila mjög vel. Er bara sneggri. Nær hann að byggja kassan og lendir einhvern veginn bara inn í. Þetta gæti verið bara martröðin hjá ETP í kvöld. Tekið annarsætið af honum. Kristó tekur hann síðan út í síðasta leiknum. Sem að því að hann við enga stjórnaði hvort hann haldi þessu 3. sætið eða ekki. Nú þarf hann bara að fylgjast með og sjá hvort að Nati, já, ná honum eða ekki. Það verður gaman að sjá þess að loka töflu eftir. En Veltrix, já, fann sér góðan runna. Getur verið mjög sniðugt að finna sig góða runna og bíða bara. Líka spurning hvort að Viss eyðilíki drauminn hjá Nata fyrst að hann er enn á lífi. Við erum bara með 10 eftir. Við erum búin að vera með miklu fleiri fellur í þessum fyrri bara part leiks heldur við höfum bara almennt fengið. Ætlar Viss að refsa Þorra fyrir að taka Krist út fyrir sig? Það getur ekki, nei, kannski er Þorri bara að fara að taka alla topp bardaðina hérna. Það verður geðveikt. Frábært að sjá Þorra vera að taka alla út hér. Sýna sig aðeins og reyna að koma sér á topp 10 listan enda kvöldsins. Ég veit ekkert hvað hann er núna en Viss ákveður skjóti í runna, treystir ekki þessi. Nei, maður hefur oft brent sig á þessu, það er betra að tjekka bara. Sérstaklega þegar þú ert í bardaga, fólk veit að þér nú þegar. Já, akkurat. Viss er að spila þetta mjög örugglega, svona hægt og rólega að reyna að brjóta sig inn hjá Þorra og hann har akkurat bara meira byggingarefni til að geta gert eitthvað. Þorri er bara búinn að boxa sig inn og veit ekki, ég held að hann veit ekki alveg hvað hann á að gera. Og meðan Nati tekur annan, Steini fellur. Nati er að safna sér upp núna stígunum. Viss að reyna að gappa Þorra hérna eitthvað til að ná að brjóta vegginn. Ákveður síðan loksins að fara, nei, ok, er hann að fara eða er hann ekki að fara? Hann heldur áfram. Þorri bara fær ekki frið. Nei. Hann vil bara vera hérna. Vel. Viss kemst hann ekki inn. Jú, þarna. Og það er annað stígi. Þorri er tilbúin að edita hérna í burtu. En Viss er að ná næsta vegg hérna. Þorri er samt slakur bara á því. Viss bara ekki hafa neinar áhugjur. Nú er Viss byrjar að kremja í baki og þá leggur Þorri loksins á stað. Tekur bara hægrandið. Já. En er ekki nú snöggur að bregðast við og Viss kemst aftur. Þorri nennir sér ekkert lengur, lætur bara hverfa. Viss nær voðalegum skaða. 71 eftir, er hann með meira, hann er ekki að skjóta trampolín. Hann er á leiðinni beint til Nata samt. Það er ekki maðurinn sem þú vilt þetta núna. Nati er, já, það er búið að kvikna í honum, já, eldur allstaðar í kring. Og ég held að það sé bara svoleiðis að ef þú lendir í honum þá ert að fara að falla eða hvað. Viss er allavega mættur í hann.
Nati er svo tilbúinn í þetta, byggir fyrir ofan Viss og byrjar að skjóta. Viss boxar sig inn og meðan Þorri horfir á þetta og er að hugsa, á ég virkilega að reyna þetta? Viss, gott skot, nær hausnum að Nata hana, rétt svo sást í hann. Ég er ekki viss að Nati hafi hins vegar náð að sjá Viss þarna á annað, fáranlega gott skot og Viss tekur Nati út. Þar endar draumurinn held ég þriðja sæti fyrir Nata. Ég held að topp 4 sé núna orðið klárt mál og já, nú fyrir við bara að horfa á þetta til gamans. Núna með ég bara leika ykkur strákar, sjáum einhverju skemmtileg hérna. Af hverju er ekki snæper í þessu? Það væri gaman. Mér langar að sjá snæper trickshotið. Gamla bara hérna Call of Duty 360 no-scope. Án jokes. Þið sem viti sko. Veltrix. Þarna rétt hjá Þorra á félögum. Vá, Viss fær bara allt líf tilbaka hana. Þeir eru 3 núna. Viss er aftur kominn á Þorra. Þorri fær ekki frið. Greið er eldur uppi af fyrsta sætinu okkar hér. Sjáum Þorri er að byggja inn, en hann er ekki búinn að byggja vekk fyrir aftan sig, gerir stiga. En Viss er bara... Það er ekki hægt að byggja þetta í kring. Af því að það er bygging hana nú þegar hann næri ekki að byggja hana allstaðar. Þorri færi sig mjög mikilvæg. Viss skotin líka í baki Vissu núna í vandamálum. Spurning hvort að hann reyna að fara að koma sér burt. Næra að fá sér eitt slörp, kveikir í þessu og... Já, ég veit ekki... Hilmar Hölk lætur sig sjást inn í bardaðan. Já, enda Viss náði Bjæjund. So sorry maður. Veltrix tekur úr bad kit, en það er bara 6 eftir í þessu lobby. Hilmar Hölk nær góðum skotum á Viss, en það er bara ekki nóg. Ósýnilega byssan hjá Viss núna. Hilmar Hölk kominn hérna aðeins lengra upp. Þorri kemur í bakið. Þetta er bardaginn hér og nú eða hvað. Viss á móti Þorra. Og Þorri boxar sig aftur inn í stál. Já. Spurning hvort hann kemst inn eða ekki. Þarna kemur skot. Þorri. Gott skot á Viss. Brýtur loksins skjöldin af honum. En Viss heldur áfram að hann er með endalaust á skjöld einhvern veginn. Er að reyna að finna sér leið inn. Þorri kominn fyrir ofan aftur núna. Og aftur fyrir neðan. Upp, niður, hvert ætlar að fara. Viss tekur skot frá Hilmar Hölk sem heldur áfram að fylgjast með. Hann er aftur mættir í runnan bara þarna hinum með við. Þið sjáu hérna hvernig restin spilunum eru. Þetta eru bara þessi 6. Hilmar Hölk svona í þægilegustu stöðunni, bara eitthvað 1. Já, spurning hvort að Gumsi sé búinn að fá sér gott sæti. Já, án jokes. Hann að fæ sér gott sæti þegar hann sækir, já, þennan fallega Fortnite stól. Núna Viss farinn á stað, nota trampolíni, spurning hvort að Hilmar Hölk vilji ná einhverjum skotum á hann. Finnar hann allan ekki hérna. Gumsi tók mikinn skafa hérna á leiðinni og Viss er að koma. Gumsi, þetta geti verið vandamál. F.A. Þorri og enda Viss eru síðasti til að færa sig eða nei. Hilmar Hölk er ennþá að bíða. Hann er að leita einhverjum. Hann er í runnanum. Lappa Þorri inn í þetta. Þeir eru svo nálægt hvorum öðrum. En hann setti vegg fyrir framan runnan og Hilmar Hölk tekur trampolínið inn. Gumsi gerir ekkert annað heldur en að brjóta sig inn í stálkassa í þessum leik. F.A. Þorri bak við steininn, skotinn í hausinn. Frábært shotgun skot. Núna Þorri er í vandamálum. Ef haglabyssan hittir hann aftur þá er hann farinn úr þessum leik. Viss langar í þetta en það er skotið af ofan Hölk. Það er maðurinn til að reyna að stoppa Viss. Hann er að hjálpa Þorra svo mikið. Ég held að Hölk hafi ekki skotið Þorra einu sinni að hann er búinn að skjóta Viss þó nokkru sinnum. Sjá, kom aftur inn í hennan kassa. Þorri gegn Viss. Ætlu að fá loksins einhvern sigurvegara úr þessu eða er þetta bara að fara að vera stalemate? Þetta er búin lengst í barða í heimi.
fáið áfram. Viss hættir ekki. Það annar búinn að falla á meðan þessi bardagi var. Sko, og það var Viss sem að tók hann út og síðan haldaði bara áfram. Enda Viss góðin hérna fyrir neðan. Viss, núna 37, hvað gerðist? Við sáum það ekki, F.A. Þorri eldir hann. Hann ekki með skjöld, hann ekki með líf, hann ekki með neitt. Hann getur ekki komið sér aftur inn, eða hvað? Hann þarf að fá góða felli hér með 37 í lífi. Enda Viss, gegn Viss, hver hefur betur? Hérna, Veltrix. Lendir í slæmu skoti í Enda Viss. Veltrix bara 2 líf eftir. Enda Viss, heldur áfram, Veltrix. Og það F.A. Þorri sem tekin út, Gumsi tekur út F.A. Þorra og Viss. Það Gumsi sem að klára þetta. 4 eftir. Hilmar Hölk var maðurinn til að vera að skjóta það en það Gumsi sem að tekur það síðan loksins út. Spurning hvort að hann ætlar að vinna eitthvað meira hennan stól hér í kvöld. Veltrix tekið út, Enda Viss. Hilmar Hölk og Gumsi 3 eftir. Kannski var þetta bara heppnin með honum Gumsa hér sem að hann þurfti smá sjálfstraust eftir að vinna hennan stól. Hann svo glaður og hann ætlar að vinna leiki fyrir okkur. Gumsi gegn Enda Viss hér. Gumsi tekur vont skot á sig. Hann nær að skjóta tilbaka. Enda Viss og Gumsi báðir frekar lágir. Hann með skjöld. En hérna kemur skotið, frábært skot og hann þarf jetpackinn. Nei, það er búin að loka á hann! Hilmar Hölk þetta fyrir ofan, Hilmar Hölk. Hvað er að gera? Það var bara eftir. Það Hilmar Hölk sem að klára síðasta leikinn okkar hér og við erum að fá, nýjan sigurvegara. Hilmar Hölk hefur hins vegar verið á topp 10 listunum okkar virkilega lengi en ekki fengið neitt sigur hingað til og Gumsi var heldur ekki með sigur en var að koma sér á topp 10 og klálega heldur sér í topp 10 með þessari baráttu en við fengum 1, 2, 3 og 4 ákveðið allt of snemma. Já, við vilja að hafa þetta kannski aðeins meiri spennu svona lengri inn í leik en gerðist það mikið að skemmtilegu hlutum og einmitt Gumsi hefur örugglega kveikt í honum að vita að hann væri að fara að fá hann stól sko. Já, hún leist svo vel á þetta, hann ætlaði að vinna leikinn fyrir okkur bara fyrst að hann fekk hann á stól. Spurning hvort að spila á honum bara á næsta Fortnite-bóti. Já, ég var til að fá hann í viðtal á stólnum. Já. Það verður gaman að sjá hvernig það verður í næsta móti. Við höfum eftir að fá enda stíðatöflunu upp, við fáum það eftir smá stund, þannig við kannski bara spjöllum aðeins þetta á meðan. Já. Hvernig leist þér á, spilamennskuna hjá þessu topp 3? Sko, ég sá að iCristo var svolítið, þegar við sáum hann að EDP á móti iCristo og fannst mér iCristo spila svona meira öruglegra heldur en EDP. Hann var að keyra svolítið meira sem að skilaði sig síðan ekki fyrir EDP því að hann var tekinn hann af iCristo. Já, algjörlega. Kristó líka bara frábær í þessu að vera fastur í einhverju kassa og taka síðan hinn út. Já. Talaði mikið að F.A. Þorri búinn að vera að gera það akkurat mjög vel og gerði það síðan á móti iCristo. Geðveikt hjá iThorra að taka hann iCristo og svo nokkur sinnum búinn að vera mjög nálægt í að taka Viss sem að þeir áttu örugglega svona 10 mínútna bardaga. Já, og síðan voru báðir teknir út að Gumsa í endan. Sko, Hölkinn var búinn að vera að skjóta þessum menn. Já. Og síðan kemur Gumsi allt í einu inn og bara heyrðu, ég skal taka það báða út, ekki málið drengir. Þægild fyrir Gumsa, mögulega reif sig upp 1-2 sæti bara á þessari loka framistöðu. Gæti vel verið, það verið skemmtilegt að sjá hvar hann endar og líka Hölkinn að hafa unnið, spurning hvort að hann hafði að hoppa eitthvað, hann náttúrulega búinn að vera í topp 10 listanum einhvern tíma. Já. Ég held að það geti verið stóra breytingar akkurat á svona 5. til 10. sæti. Já. En ég held að það sé engar breytingar á 1. til 4. Nei, þetta var svolítið eins og segir í byrjuninni búinn að sjást strax hvernig þetta myndi enda. Ég er bara mjög spenntur að fara að sjá stigatöfluna. Já. Hvort að við fáum hana á næstu sekúndum, þá getum við í rauninu bara tekið stöðuna og enda þetta fyrsta solo mót hérna á þessari leiktíð, eða þessu ári hjá okkur í Elko-deildinni. Síðan fara að háma í mig þessa pilsu hérna fyrir frá. Já, lúka þetta, búið sterkur styrtalagi hjá okkur bara frá byrjun og Elko líka. Já, skemmtilegt svona samstarfi. Já. Víst vel á, sko, það reyndar
eina sem ég finnst, við erum alltaf að tala um þetta sé svo mikið íþrótt, ég veit ekki hversu margir íþróttamenn borða mikið að Luka, en það er svo að fólk næli sér í á milli. Ég elska líka hvernig segir þú nafnið? Luka. Já, er það Luka? Af hverju er stórt og hérna í endan og bakvið að báða? Luka, já, ég segi alltaf Luka. Já, kannski, ég segi alltaf Luka. Ég er fyrir ekki að vissum að óið hérna í endan af því að það er svona bakvið að báða. Já. En það sé, ég er alltaf fyrir ekki að viss. Luka. En þegar við heyrum auglýsinguna að vera að spila, þá kemur alltaf Luka. Þannig að það er ekki Luka. Ég veit það ekki maður. Við þurfum að fá hérna eigandan eða einhvern representer frá Luka til að segja okkur hvort þetta sé borið fram Luka eða Luka. Ég vil símtal bara með honum núna á skjáin helst. Það væri geðveikt sko. Það væri frábært. Ég held við séum ekki með þær tengingar sko. Jú, það hefur Luka búið að vera með okkur en síðan byrjun. Já, en er hann tilbúinn bara fyrir að hafa tölvi? Hann er mögulega samt með þetta í gangi núna í sjónvarpinu alla miðvikudag, sko. Já, mér er nefnilega svona, þeir sem eru svona business kalla, þeir vilja alltaf hafa þetta á svona stóru 80 tómi sjónvarpi. Hann er alltaf bara með eitthvað svona OLED-tæki heima af sér í risastórt, bara 80 tómi og horfa á þetta í róleitum með nammið fyrir fram að sig. Sjá þetta product placement, sko. Þetta er mjög þægilegt. Þú er náttúrulega búinn að skyggja smá á það. En, já, smá. En ekki jafn mikið samt á kassin hérna í byrjun, sko. Nei, hann var pínu fyrir, en hei, við þurftum að sýna hann á stóla því að hann var náttúrulega yndislegur og já, núna eru komin 4 nöfn, 2 þeir sömu á þetta Gunni og Gunsi. Þurfni hvort við fáum mögulega production teimið til að skrifa líka. Kvitta á þetta líka, ég held það. Auka virðið einhverja nokkra krónur. Já, alla í mótstjórn, sko. Og líka þurfum við ekki að ringja alla, fá hann til að skrifa undir þetta líka. Jú, ég held það, sko. Hann var í einhverju viðtali eða eitthvað svoleiðis, já, ég var alltaf að sjá, hann var að posta einhverju á Instagram eða eitthvað, hann hefði verið í viðtali gervigreind og og sást það líka greinlega. Jú, ég er búinn að sjá þá félaga sem voru mitt hérna, Stefán Atli líka. Já. AI-in okkar er auðvitað á fullu í gervigreind, en ég var að fá eirað. Við erum tilbúinir með stegatöflu. Stegatöfla, ég veit ekki hvort að fólki heima sé tilbúið í þetta, en ég er allavega tilbúin í það. Ég var að halda þeim svona í 10-15 mínútur áður en við sýndum hana. Ég veit ekki hvort þú sé með efnið í haustum, sko. Þú varst orðið óþolumóður fyrir fyrsta leik. Já, það var alveg stóttið langt, sko. Það vera tilbúið að spjalla við þig. Já, það var komin 10-15 mínútur yfir tíman, sko. Ég veit ekki með það. Jú, ég veit ekki með það. Byrja korter í og klukkan var orðin, sko. Já, heyrðu, skellum við þessa stegatöflu. Já. Neglums, það er komið að gerast? Ég hélt í smá stund að það væri einhver annar í 3. setinu. Nei. Það er LP, það sem að, hann sótti nokkur stig, Nati, reyndi virkilega að, heyrðu, Hilmar, jafna Rúnar, ég veit ekki, jú, hann er með fleiri fellur, þannig að fær hann þá að vera fyrir ofan, það er málið. Já, greinilega. Heyrðu, Hilmar Hölk kom sér upp í topp 5, hann er, það er hrikalegt. Núna, Rúnar er topp 5. Pirraður. Já, Rúnar er mjög pirraður. Hilmar er topp 5 á Íslandi. Já, Hilmar Hölk, Gumsi, 7. sæti. Hann var ekki eins og topp 10 listanum þegar við byrjuðum í dag, sko. Ekki í dag, náði þarna topp 10 eftir leik 2, eða ekki? Jú, eftir leik 2. Hann hoppar upp önnur 3 sæti hér. Veltrix, búinn að detta eins niður lista. Möxi líka akkurat. TikTok Möxis búinn að detta frekar langt niður listan og End of Wish allt í hennu komin upp. Já, þeir eru jafnir líka hana, 9. og 10. Já. Vissarinn er ekki með jafnmarga fellur og Möx. Nei, það er bara sama saga á Hilmar og Rúnar, en Nati, 4. sæti, ekki 3. sæti, hann er líka mjög ósáttur með kvöldið í kvöld. Kristó, hann má allan að vera ánægður með það, hann kom sér aftur upp í annað sæti, Viss, verður öll hoppandi úr gleði og skemmti sér vel. Þægilegu sigur og ég segi bara aftur til hamingju Viss með sigurinn.
Já, til hamingju og það væri nú spennandi ef að væri hægt að flétta neðar og sjá svona stöðuna 11. til 20. ef að það er séns. Já, ég held við séum ekki, já, við heldum við séum ekki með það til að sitja upp á skjáinn. Nei, þá er þetta bara Það er, sko, það er eitt nafn sem við fengum í eirað sem er búið að vera topp 10 listanum alveg svona inn á milli, 105 Hrafn. Er Hrafninn með... Hann er 11. 78 stig. Í, hún vantar 2 stig, Ein fella. Þetta geti verið alveg sorglegt fyrir Hrafninn, sko. Já, það er ekki skemmtilegt, en hann gerir betur þá á næsta móti ef hann ætlar að koma sér í topp 10 og vissulega ef það verður síðan dúomót þá auðvitað er þægilegar að komast í topp 10, hann sem að, já. Já, ekki með að við planið sem er sko framöndan, það er 100 manna lobby. Já, ef það er 100 manna lobby í dúomótinni, þá er náttúrulega allt annað mál. Það verður 100 manna. Það verður erfiðar að komast á upp. Sem bara að segja að fólki sem er að fara að skrá sig, það verða 100 manns. Þetta verður full manna lobby. Allir að skrá sig við, það er endar einhverjar mögulegar breytingar á fyrirkomulaginu, hvort þetta verði vikur eða þá hvort við séum að fara einmitt í svona meira kannski yfir helgi eða 1 dag og hafa þetta svona eins og í formúlunni ef við erum alltaf að reffi hana. Já. Það eru margar litlar keppnir yfir 1 og 1 dag og svo heildar í lokin, skilurum. Já, ég veit ekki kalla þetta keppnir í formúlunni yfir, það er vissulega æfingar og síðan aðalkeppni á sunnudeginum, en... Já, en þeir eru með, skilur, sunnudagskeppninar og þú færð bara einhver ákveðin stig fyrir að vinna þá keppni. Síðan eru kannski 10 þannig yfir tímabili. Þannig það verður kannski meira þannig að þetta er ekki bara 1 langt mót og fólk er bara búið að gefast upp í viku 3, skilur. Þannig það er basically að fara að vera bara 1 dagur og síðan er bara refresh. Bara herru, já. Ég gekk ekki vel seinustu viku, það er bara nýtt mót. Já. Ég held að það gæti verið skemmtilegra fyrir einmitt. Þá fær maður alltaf bara nýjan séns. Bara herri, já, 3. sæti í dag, 2. sæti á morgun, eða þið skilur. Já, það hljómar líka meira eins og mótin sem eru haldin svona úti. Þetta er oft bara svona stór helgamót sem er bara svona boðsmót eða slíkt. Og það er vissulega margar undankeppnir inn í það, en frekar vissum við séum kannski ekki með 200 manns, þannig við þurfum kannski ekki undankeppninar inn í þessi mót. En við sáum bara þegar það var hérna fyrir 2 helgum þegar við vorum að keppa hérna, það voru alveg 70 manns í lobby. Já, akkurat. Plus þessi deild, það er alveg hægt, það er léttilega hægt að koma 100 manns hérna, sko. Já, alveg léttilega og væri náttúrulega bara hrikalega gaman. Þannig að skemmtilegt að sjá, þetta er allt mjög spennandi og pínu óvissa í þessu, en það verður mjög gaman að sjá hvernig þetta verður og auðvitað verða aðalstyrtararinn okkar með hérna áfram í vor og auðvitað þetta flotta fólk sem er inn í stúdíóinu okkar og þú allan að verður endalaust áfram. Flotta fólkið og svo ég. Já, og þú. Já, ég er að tala ég sagði í stúdíóinu, sko. Já, ok. Já. En já. Jú, vissulega, og spurning hvort við sjáum mig eitthvað meira, ég kem inn og út eins og, ég veit hvað, ég hoppa bara inn þegar það vantar. Já. En, búin að vera ótrúlega gaman með ykkur hér síðustu 3 vikunar. En við erum auðvitað með risa Discord rás, 700 manns, þannig að bara það koma upplýsingar þar inn þar og bara fylgist með og þetta verður auglýst í döðlur. Þú veist, já. Við höfum ekki verið kannski mikið að svona kaupa auglýsingar á Facebook eða eitthvað svona. Nei. Það verður einhver öðruvísi herferð. Já. Það verður herferð til að ná þessu, sko. Já, það er algjörlega málið. Það er líka, bara hversu skemmtilegt væri 100 manna mót. Já, bara 100 manns og pluss vinir er að koma að horfa, sko. Já, ég væri ekkert eðlilega mikið til í að sjá bara einhverja félaga mína sem að ég spilaði með í den mæta hérna og ég geti verið að horfa á skjáðu þeirra bara hér, skilur, bara öskra á þá. Svo beint eftir leik koma þeir inn í viðtal á staðnum. Það væri ótrúlega gaman. Já, þetta hljómar allt mjög vel, þannig að við segjum bara takk í bili fyrir Solos þessar 4 vikur og þetta er aftur að þakka styrtar aðlunum Elko, Lúk og já, öllu öðru bara stúdíónu rísi ykkur sem að voru að horfa og já, bara gunsi fyrir að vera hérna allan tíman. Já, sömulegis
og við þá bara segjum takk í bili og sjáumst síðar. Eða hvernig sem er. Svo endur þetta svona á fréttunum. Já. Þá hefur við núna skipt yfir bara, hvernig dagurinn þinn? Já, hann var bara mjög langur eitthvað. Já, endaði mjög illa. Já, ég veit ekki með það. Ég held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, Luka